það var mikill eye-opener fyrir mig í matagerð því ég áttaði mig á því að þú þarft bara að finna leiðir í að búa til, þú veist, þú vilt fá seltuna og vilt fá sætuna og vilt fá beiskjuna og svo viltu texturið og hvernig þú veist, setur það saman að leiðu áttur að þú getur rauninni sett hvað sem saman ef það uppfyllir þennan balans í bræðinu. Akkurat. Það einhvern veginn svona bara, wow, það opnaði svona víddir bara, hvað ætlum við að gera hérna? Döðlur og pítsur, sæta pítsur. Ég var mikill banana og pepperoni maður, gamlan dag. Það var áður en menn fór að gera alvöru kannski mat, eins og maður segja, á Íslandi, þegar Pizza 67 var. Það hétt þetta Crazy Bananas. Það var uppáhaldspizza mín, því að ég vissi ekki alveg hvað var að gerast í munnunum á mér. En það ertu með sætuna og seltuna í pepperoniinu, sko. Döðlur voru bara game changer fyrir mér á pítsu. Ég fæ mér alltaf döðlur og pítsu í dag. Já. Gekkja. En sko, viltu baka döðlunar eða setja þær eftir á? Ég er alveg til í að baka þær. Þannig að vera smá svona mjúkar. Smá krönsi. Já, svona utan á mjúkar einan, sko. Já, ég nefnilega, mér finnst döðlunar njóta sem betur eða þeir eru virkilega góðar, mjúkar, ferskar döðlur, að setja þær eftir á og nota eitthvað annað í kröns eða textur, sko. En að því þú talaður balansin, sko, hver kendi þér þetta? Þetta er alveg bara svona kokkafræði? Já. Sko, ég ætlaði mér að vera kokkur. Ok. Já, og ég svona heillaðist að matagerð snemma og svo bældi ég það niður og svo tók ég aftur upp. En já, ég hugsaði bara að það væri gaman. Og ég veit ekki af hverju, því að mamma sparkaði mér út úr eldhúsinu hvern skipti sem ég ætlaði. Já, ok. Ég mátti ekki koma náða eldhúsinu. Við máttum mestarlega ganga frá og vaska upp, sko. En kannski var það þessi mótrúi að fá ekki að prófa og þá var það meira spennandi, getur verið. En hver kendi mér? Ég get nú ekki sagt einhver einn hafi kannski gert það, en Ertu mikið í eldhúsinu sjálfur? Já. Þegar verið að þróa og gera? Já. Ég er það og Og hefur skoðun á þessu og vilt aðeins taka þátt? Mjög sterkar skoðun á þessu. Og þó að þú veist, þó ég viti mín takmörk líka, þú veist, ég ber mikla virðingu fyrir alveg fagmönnum í eldhúsi, en ég vil alveg augra líka norminu, þú veist, prófum eitthvað. Og það reyndar mjög skemmtilegt því að það er nú ýmislegt sem maður hefur gert. Já. Sko, að reka veitingastað eitt. Annað síðan bara hvað veitingastað? Veitingastað maturðin, sko. Já. En það líka klálega þjónustan. Og það oft fræg setning í þessum bransa sem segir, sko, þú getur lagað vondan mat með góðri þjónustu. Ef einhver gerir vondan mat og viðskiptavinurinn óanað með matinn, þá hægt að laga álit viðskiptavinurinn svo staðinu með góðri þjónustu. Ég hlustaði nefnilega einu svona podcast við Óskari Finnsson sem var með Argentínu. Já. Og Harry mitt komað með svo góðan punkt. Hann nefnilega byrjaði í eldhúsinu, tók þar við og gerði geggjaða hluti þar. Svo var hann hættur að vera í eldhúsinu, komið fram og sagði það sem ástæðan fyrir að Argentína var svona risastórt og það fór aldrei neitt óánægður út af Argentínu. Út af því að ef það klikkaði eitthvað í matnum, þá þurftu þeir að fara í gegnum Óskar og hann kom og setti jakkan á því og sagði bara, já, hvernig finnst þér? Og þú veist, þannig að þegar þú labbaðir út hurðina, það var stánaður. En það gallið við matagerðina, sko, að ef þú ert með lélega þjónustu, það er alveg sama hvað maturinn góður, þú eru aldrei ánægður. Þetta er dónalega þjón eða bara skítugan þjón eða subbulegan þjón eða óþægilegan þjón. Það er alveg sama hvað steikin góð, þú kannt ekki að meta það. Þannig að, sko, eitt það vissulega að gera góða mat, en þetta þarf að vera í harmoníu við það sem þú ert að upplifa og gera og það er það sem ég finnst alveg skemmtilegt, það er þetta 360 gráða sko konsept og að þið hugsið við því verandi matreiðslumeistari, þið vitið það er oft rígur á milli salar og eldhús, þetta er bara frægt. Þú veist, þetta er maður líka að upplifa, það er bara lúa og það er bara allir brjálaðir, taktu matinn og það er þessi rifrildi og akkur er þetta svona og hvernig þjónninn kemur, það vantaði beikon, það átti að vera beikon á þessu sko. Og það myndast þessi mikli rígur sko, sem er alveg líka gaman en getur verið alveg eyðileggjandi. Og kokkarnir finnst þeir vera aðalmennir í húsinu
á meðan þjónarnir átt að segja á því að þeir eru að fronta alla og þau eru talsmenn ykkar inn í eldhúsinu. Já, og ég held að þetta sé aldrei gott samt, sko. Það sé rígur þarna á milli. Það sé vesen, þú veist, það alltaf best að sé hægt að ræða málin bara eðlilega, sko. Já, og þá held ég líka að það þurfa að vera skilningur á hlutverkum hvers annars. Og þetta á bara að byrja í eða þú ert að búið til matreiðslumann og alltaf byrjar að fá nema og þú verður að byrja þarna af því að þetta eitthvað sem að þú lærir á þessum tímapunkti, sko, hvernig þú kemur fram við þjóna og svona, eða þú nærðum svona ungum nærðum strax og sínaðum hérna að virðingin verður að vera gagvæm, sko það held ég að sé mjög mikilvægt af því að þetta svolítið svona mjög, endar alltaf illa, þú veist. Og hugsaðu hvað erfitt að vera með veitingastað, þau hugsaðu þess út í það því það hafa allir skoðanir á mat viðskiptafinn sem kemur inn honum getur bara fundist matur vondur og það bara smekksatriði og það ekkert að gera í því þú veist, fólki finnst mismunandi hlutir og þú veist hvað þér finnst gott það ekki að fara að segja þér, þetta gott og þú verður að sætta þér við það þú verður að upplega það sjálfur en það hafa allir skoðanir á því hvað þú ætti að gera og það hafa allir sína skoðun á því og þín skoðun er rétt skoðun í því en ef þú fættir tannlæknis, þú er enga skoðun á því hvaða fyllingu verður að nota í ekstra þú veist ekki hvað verður að setja upp í því eina sem þú veist þú þarf að borga 100 og eitthvað skall og þú veist ekki hvað það sé gott efnið ekki, þú er enga skoðun á því þannig að sko, matur og fólk tekur mat persónulega líka þú getur rifist við einhvern að þetta sé betri hambúrgar en þetta á þess að þú er nokkra hagsmun að gæta á þessum hambúrgarastað Hvort setur kartöflur eða hrísgrjón í kjötsúpu þetta er yfirlitið sem hefur oft sleppa bæði, segi ég Já, sumir segja setjum bæði sko. en hérna það þú veist matur er ótrúlega persónulegur og það segir okkur líka að við búum á góðum tímum því að í gamla daga var bara spurningin matur sko núna hvað í matinn ég veist þannig að það er ákveðin svona spennufík kannski í mér þarna að það er að gera eitthvað og þú farið endurgjöfina strax er þetta gott, er þetta ekki gott þú veist, var þetta flopp eða var þetta vinner Þegar þú ert að þróa svona mat og nú hefur gert svolítið mikið af því gegnum árin væntanlega tristur alveg á þitt pleit sem sagt bragðskyn hjá þér alveg 100% eða ertu að leyfa öðrum að fá aðeins að tjekka á þér hvort þú sér með þetta á réttum stað Já, sko klálega þegar þú gerir matseil þá getur ekki bara verið með þinn smekk það er nokkuð ljóst Ég held eins og að ég er mjög fjölhæfur, ég með mér fjölhæfan smekk mér finnst engin matur vondur en nei, ég myndi ekki segja að ég klárlega fagna innbúti og ég fagna nýjum hlutum og vil alltaf læra eitthvað nýtt þannig að ég er ekki einráður í því en ef ég er með einhverja hugmynd og mér langar til þess að prófa hana þá vil ég hafa hana á matseðli sem þá bara setjum þetta og svo gerum við hitt líka skilurðu, ef ég ætti að velja einhvern einn rétt þá myndi ég ekki kannski ég myndi á endanum standa og falla með mínum smekk ef ég væri að gera þetta sjálfur því að en það er aldrei þurft sko, það er alltaf valkostir sko Hvað er eiginlega í vatninu fyrir austan Egilsstöðum? Þú varst í skólanum þar, það ekki? Já. Og eitthvað hefur nú runnið til sjávar í mallanum á þér af því að þú er nú búin að opna svolítið marga staði og hefur verið duglegur að selja frá þér líka kannski á réttum tíma eða svona cirka just, svo er allur gangur á því hvort það sé rétt eða rátt en svo nærið alltaf að lenda á fótunum og byrja eitthvað annað og spennandi prófa nýja hluti ég þarf eiginlega að sætta mig við það kannski fyrst skipti núna að mér finnst gaman að gera nýja hluti ég þarf að sætta mig við það að ég kannski nenni sko, það er betra að fara í annað heldur en að hanga og daga upp einhvers staðar. Ég veit ekki hvaðan sá ótti kemur en ég er mjög erfitt með að vera alltaf að gera sömu hlutina en á sama tíma er ég mjög vanafastur þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt hvernig persónuleiki ég er sko. En kærasta mín segir að ég sé bæði A og B-típa sko. Ég fyrir seint að sofa og ég vakna snemma og það er alveg rétt ég á það til að vilja hanga lengi
og svo ég mjög sprækur og fætur mjög snemma sko. þannig að ég veit ekki alveg hvað tegund ég en ég viðurkenna, mér langar sko, dræfi mitt að reyna að gera eitthvað öðruvísi og gera eitthvað nýtt. Það þarf ekki endilega að vera algjörlega nýjufinning, ég þarf ekki að finna upp hjólið, en mér langar ekki til þess að gera hjólið öðruvísi, eða þú veist, koma með eitthvað nýtt tvist á það. Og ef ég hef ekki tækifæri á því, að þá finnst mér verkefni minna spennandi. Þannig að umbreytingar, bæta, breyta, laga, gera eitthvað öðruvísi, það er svolítið dræfið mitt, sko. Og ertu farin að... Og endurspeglar allt sem ég hef gert, sko, sama kannski hvað það er, sko. Og ertu farin að hugsa næsta verkefni? Já, það er líka galli. Ég er með mjög stóran harðandisk af alls konar hugmyndum. Já. Einhvern tímann ætlaði nú að búa til húðlitaðan plástu fyrir svarta. Það er nú ein hugmynd sem mér finnst ennþá vera relevant, sko. Ég veit ekki okkur enginn búin að taka þetta. Ég er búin að segja frá þessi mjög mörgum viðtölum, sko, en ég var staddur í Atlanta, ég var landsliðsmaður í frjálsum íþróttum og var í æfingaferð með landsliðin í Bandaríkjunum og við erum á flugvellinum í Atlanta og ég sé einn Afrikan-Amerikan hlaupa landgangin og hann var í alvörinu með húðlitaðan plástu fyrir hvítan á enninu. Þá fór ég að hugsa, það eru bara húðlitaði plástar fyrir hvíta. Húðlitaði plástar eru bara okkar húðlitur en ekki allt Jackson tímabilið þegar Jackson fættist og þegar hann dó og svo erum við bara með Svampur Sveinsson og við erum með Barbie og við erum með Batman og Spiderman og eitthvað svona en það vantar litatónum. Það versta við þetta er að mér fannst þetta alveg hræðileg hugmynd þegar þú sagðir það og núna ertu eiginlega búin að ná mér. Já, ég hugsaði bara, ef við myndum nú kaupa plastbrent og breyta þessi plásturskjær og segja við Walgreens, fara og opna skjáðarskona, viljið maður bjóða okkur Black Band-Aid power to you. Og ef þið segja nei, þá ringjum við Washington Post. Þetta fengi alltaf hitt. Og þetta ennþá góð hugmynd og mér finnst eiginlega skrítið að þetta skuli ekki vera til. Já. En þannig að þetta ein hugmyndin. Það er fullt af alls konar hugmyndum hana og sem betur fyrir mun ég nú ekki framkvæma þær allar. En ég hef þó alveg náð að gera fullt af hlutum. Þú veist, ég stofnaði sjónvarpsstöðvar, það lifði í hálft ár og en ég er búin að prófa það. Þannig að já, að prófa nýja hluti, það er svolítið svona, ég held að það sé einkennis orðið mitt í þessu, sko. Og í veitingarekstri, ef við förum aðeins þangað að fyrstu kynni mín af veitingarekstri var að ég vann hjá bróður mínum sem átti Pizza 67 í Hafnarfirði. Byrjaði þar sem bílstjóri og var svo komin í það að hnoða deg og búa til og gera. Svo fór ég á Egilsstaði í menntaskólanlega í veturinn og vann þá með Skeljungi sem hétt á þeim tíma. Það var sjoppa þar sem hétt Skeljungur og þar bjó ég til fyrsta matseðilin og veitingarstaðin sem ég átti ekki, Skeljungur 8, sem hétt Skóarbakkan sem var pizzastaður. Og þá var ég nýkomin frá Bandaríkjunum og var búin að sjá það að Pizza Hut var með ost í kantinum. Já. Cheesy crust. Já. Og þá var það algjörlega nýtt og mér fannst þetta alveg ekki. Þannig að ég að sjálfsögðu bara á þess að hugsa verklega þáttinn. Sagði, heyrðu, ostur í kantunum. Og ég tók þá, 12 tómu deg og gerði það 13 tómu og setti svo bara ost og svo bara gaflaði ég hvert. Þú getur ímyndaði þegar pantaði þetta byrjaði að berast. Hvað var lengi að gera hverja pítsu, sko. Þannig að þetta var mjög vond business model. En hvað ertu gamall hana? Þannig ég 18 ára. Þannig að þú hefur alltaf haft þetta í þér. Að gera eitthvað nýtt. Já, svona bara hoppa á þetta. Ég minna að það eru fullt af fólki að núti, ungu krökkum og bara hvaða aldur sem eru með alls konar hugmyndir en það er ekkert allir sem að fara bara að opna pizzastað 18 ára. Nei, ég alltaf gerði það ekki. Það var sjálf sem gerði það. En ég var treyst í þetta. Ég teiknaði auðvitað hugmyndina og ég svona bjóð til layoutið af því og gestur sem þá var yfir Skeljungi og Egilsstöðum, var rekstraraðilinn þar, hann bara sá eitthvað, það við trú á þessu og ég var meira að segja akandi bakari, sko, þannig að þetta var alveg hræðilegt case, sko. Ég bakaði pizzuna og fór svo keyrðana og svo þegar ég kom tilbaka voru 8 pantanir og ég sagði, heyrðu, það vantar bílstjóra hérna, þannig að það sprakk svolítið eldið á gurra. En þetta lifði og svo veit ég að Skeljungur opnaði aðra skóaböku í Borgarnesi, það sem er núna
grillhúsið eða hvað þetta núna. Þar var sjálfskáli sem var komið með skóabökulogóið og allt saman sem ég mér sér að teikna því, þannig að mér finnst þetta geðvitt. Það er mjög geggjað. Þessi Dirty Burgers and Ribs núna? Já, fyrir ekki, Dirty Burgers and Ribs, já. En já, svo einhvern veginn stoppaði þessi matarpæling mín og ég fer inn í fjölmiðla veiruna og geri það allt saman. Og í rauninni sný ekki aftur að matageð fyrir enn 2010 þegar við opnum hamborgarfabrikuna. Já. Og það var svona moment, þú veist, bankarunnið, ég var í Landsbankanum, vann þar 2007 til byrjun árs 2008, fór þaðan yfir í fjarskiptabransan og saminaðum hæf og sko og byggum til tal, endurgerðum það. Og það er bara að leiða sér gert, sko, að vinna þar, sko, og einhvern veginn, hrunið kemur og við sem yfirmenn allir tókum okkur launalækkun og allt er góð með það en höfðu það samt fínt en ég áttaði mig bara á því að það var svona eitthvað gildismatsbreyting mjög skrítið ég hugsaði bara, ok, hvað er ég búin að vera að gera? Ég er búin að vera að elda peningin í það ég er búin að vera að vinna í bankanum og vinna hérna og maður var bara einhvern veginn aðeins út af því að launin voru góð nú vil ég ekki tala það niður þetta er alltaf gott að hafa góð laun en dræfið var ekki til staðar og ég áttaði bara, ég er bara að vakna mér finnst umulega leiðilegt að mæta í vinnuna mér finnst leiðilegt í vinnunni en ég ræðist út af peningum ég hætti þarna 2009 í þessu og hugsaði með mér það kemur eitthvað og ég fæ nú oft alveg kaldan svita því ég hugsa þetta sko því að á þessum tíma var kona mín ófrísk og á 3. barni og húsnæðisláni var bara komið upp úr öllu valdi og maður var með erlent húsnæðislán og það var allt köku sko en ég hugsaði bara samt, ég get ekki, ég verð að hugsa líka bara hérna og hérna, bara að líða vel til að takast á þetta allt saman. Og einhvern tíma þarna, ég hafði 6 mánuði á launum, þannig að ég vissi það, á 6 mánuði myndi ég finna eitthvað. Og eitt kvöldið er ég að keyra heim og hringi Jóa og segi, heyrðu, hvernig varum við opnum hérna hamborgarastað? Og svo bara, hvað, ertu fullur? Ég segi, nei, ekki fullur. Og ég var með nafni tilbúið, bara Íslenska hamborgarafabrikan. Fyrstu viðbröðu bara, þetta er allt og langt nafn. Það er málið. Það er allir með xi.is var einhver bankaþjónusta, skilur. Það er allt svo stutt út af léninu. En ég sagði bara, ef þú segir Íslenska hamborgarafabrikan, þú gleymir því ekkert, þú heyrir það. Þú veist, svo farið þetta lingoðu líklega bara hamborgarafabrikan eða fabrikan. Ég var ekki búin að sjá fyrir að þetta er kallað brikkan veist, en það er lingó líka Þannig ertu alltaf samt í svo áhört að heyra þessi tala þetta því að þú ert svo mikið í markaðspælingum líka þarna sko. Þú veist, það eru margir sem að örugglega hafa farið að staða eitthvað svona hamborgarapælingar og bara fókusera bara á hamborgaran sko. En þú virðist þá að byrja á brandinu þá Nei, sko, þetta var nú svona hlut af heildarkynningunni upprunalega þá hugmyndi var þessi að steikja bara sjálfu burger við erum bara með diner og ég var búin að skoða einhver hús þarna Jói var þá að vinna ennþá í Landsbankanum og markaðsdeild, hann var að vinna við það að laga ímynd iSafe sko, sem er frekar óvinnandi vegur og ég var búin að vera svona hvað grúsk og pæla og ég sá að Gaukur og Stöng var til sölu, húsið þar var frekar niðurnýtt og svona hugmyndi var að gera það upp og vera þar með eitthvað svona diner, spila bara íslenska tónlist og bara vera að flippa burgerum og ég var búin að reikna það út að það er bara opið til 8 myndum að opna 11 og bara gera þetta sjálfur skilur, sem er mjög næf hugsun en einhvern veginn síðan vattið einhvern veginn upp á sig við vorum hérna með útastætti og vissulega að gera einhverja idol-þætti líka sem var alltaf aukavinna og Stöð 2 var koma málið við okkur og spurði hvort við vildum gera svona kvöldskemmti þætti og þá var bara nei, við erum að gera hamborgarastað og allir bara, hvað er ekki leið með þig? Bankarunn, þetta er alveg gali, það er ekki að opna veitingastað allir að loka og þeim fannst þetta svo ruglað að þeir vildu gera sjónvarpsþætti að við værum að opna hamborgarastað Já, ég man eftir því og og þá myndi einhver segja, heyrðu, það er bara brilliant marketing en það er það ekki og ég teka fram, þetta er tvíeggja sverð af því að hvað erum við að gera? Við erum að gera hamborgara og hamborgari er náttúrulega á endanum bara hamborgari svo getur við verið með mismunandi steikingar og getur við með mismunandi þykkt og ratio, bun and meat og getur við með mismunandi álegg það að gera sjónvarpsþætti þetta setur væntingarnar hingað
og hvernig ég var að mæta væntingum, af því að ég segi sko lífið allt ein stór væntingastjórnun alveg sama hvað þú drepur niður fæti, bara hjónaband væntingastjórnun. Þú veist, það standast væntingar konunar, hún að standast þína væntingar, það að tala saman það eða þetta allt í fóki? Þú veist, það bara alveg sama hvað það Þannig að þegar þátturinn kom til tals, þá var þetta ekki bara, já, gerum þáttinn. Það var alveg, já, býðum aðeins, hugsum þetta. Af því að, já, þetta ekki, þetta þýðir ekki það að allt gangi vel, af því að fær svo góð auglýsingu. Og ég get nefnt sem dæmi þegar McDonald's hætti. Það var bein útsending frá RÚV og Stöð 2 bara 3 daga fyrir og 3 daga eftir þegar Metro opnaði og það var miklu meira áhorf á fréttatíman heldur en þess að þætti okkar á Stöð 2 það vissu allir á Íslandi þetta héti Metro og McDonald's var hætt en Metro fór á hausinn nokkrum mánuðum setna því það stóðst ekki væntingar skiljið, það var sagt að þetta alveg eins þetta var einhvern veginn ekki alveg eins í hugum fólks og það gekk ekki þannig að væntingarstjórnin var stór þáttur í því að við hugsuðum þetta en gerðum það Ég horfði á þessu þætti, ég mann hvað ég var þegar ég horfði á ég var í flugvél á leiðinu heim frá Spáni Icelandair sýndi þess að þætti síðan borð og við vorum líka að selja litlu hamborgarana borð, það var í fyrst skipti sem að hamborgarar fengust borð í flugvél og við áttum í samtali með þess að við skal ég segja ykkur Emirates að skoða samstarfið þá, það lengri saga og önnur en hitti sem sagt prinsinn af Dubai sem að frændi hans á fyrirgjöðu, Emirates, Etihad fyrirgjöðu og þeir voru svo impressed með að við varum konum með vörulín í búðir vorum komin í flugvélamatinn og veitingastað einhvern veginn og lengri saga, við hefum ekki tíma til að fara yfir hana en já þarna var þessi gildismatsbreyting og hugmyndin bara hamborgarstæði var bara, mér langar til að gera mat mér skeðið gaman að gera mat og af hverju hamborgari 2009 þið við áttu gráði hvert umhverju var 2009 það ekki lengra síðan, það var í rauninni það var Bulla var nýbúin að opna sem var klárlega besti burgerinn í bænum en það var ekki restaurant þetta var svona bara á Grettisgötunni geðveikt gaman að fara þarna í hádeginu en ekki, þú fer ekki með fjölskyldu að borða þar þú varst með America Style sem hafi verið að dala á þessum tíma var svona einhvern veginn orðið barsins tíma og var ekki búin að endurnýja sig þú varst með Fridays þú varst með Ruby Tuesday og þú varst með, já, þetta var cirka umhverfið. Þannig að það voru ekki droslega miklir og góðir, lúxusgóðir burgerar í boði á þessum tíma. Núna er þetta út allt. Já. Það allir að gera geðveikt góða hamborgara. Allt annað umhverfið. Og bara það, þegar við opnum fabrikuna, þá vorum við með Bernesburger. Í dag er það bara normal. En það var það ekki þá. Það var engin með Bernesburger. Kannski einhver eitt staður á Akureyri Var verið að selja Bernes á í búðir? Nei, Bernes var ekkert sérstaklega vinsælt fyrir við opnum Og hvernig fóruð að því? Menn voru ekki að dippa fröllum í Bernes En voruð þið að hendi Bernes á mótnana? Allt gert á staðnum Allt gert á staðnum frá grunni og við vorum með Hinrik Inga Guðbjargarsson kokk, hann var með okkur í þessu hann kom inn í tilraunaeldhúsið og var með okkur og gerði með okkur þessa borgara sem á þessum tíma voru klárlega groundbreaking ég er ekkert upp ef að sjálfa mig, ég er bara þakklátt að ég hafa takið þátt í því við hugsaum bara, við ætlum að gera hamborgara við ætlum að trýta hamborgaran eins og stórsteik og hvað gerum við með steik? Við getum leikið okkur með marín leikið okkur með brögð við vorum að gera hamborgara með ólífutapenade við köllum hann Egildaða Egilstaðaborgarinn það var fetaostur og ólífutapenade með pepperoni, við vorum að gera neyðalínu burger sem var með steiktu pepperoni sem allt öðruvísi heldur en bacon, allt öðruvísi heldur en pepperoni steikt að fara annað, kemur bara annað bragðið það og vorum að nota við vorum að nota fullt af skrítnum hlutum og Mortensen var okkar Big Mac hann varð mjög vinsæll með fljótt sem bara hvítlauksristaðir sveppir, bernes, bacon kál og varð, já, og ég held að það sé ennþá besti borgarinn eða svona vinsælasti borgarinn á fabrikunni. Þið voru samt alveg líka miklu meira en bara góður hamborgar og svona, þið voru alveg sniður, það fór alveg mikið fyrir ykkur í útvarpinu Já, við auðlistum mikið og alltaf, þú hefur svolítið haft þetta í gegnum tíðina eins og maður heyrir auðlýsingar frá þér og maður fattar alltaf, já, þetta er Simmi að tala og þetta er svona
með góðan stíl í þessu það halda margir í sig ennþá að lesa Dominos-auglýsingarnar, ég ekki að því sko. ég gerði það nú samt í einhver 15 ár en ég ekki að lesa þær í dag en já sko, markasetning skiptir máli auðvitað og helst viltu segja eitthvað nýtt og bara grunnurinn minn, ég aðalega markasmaður frekar en matreiðslu aðili, því veist, ég var í 10 ár hjá Stöð 2 bara í sölu- og markaðsmálum fer þaðan í Landsbankann og að vinna þar í sölu- og markaðsmálum og koma því að var í hópnum sem bjó til aukakrónur sem var þá nýtt fríðendakerfi Landsbankans hjá TAL var ég fórstuðum á sölu- og markaðsvið þannig að sal og marketing hefur verið mín ær og kýr og svo blandar því saman með matáhugan og þá kemur þessi blanda en bara svo ég klári mig eins og með fabrikuna það sem að ég sakna mest við hana var það að ég kynntist konu sem heitir Erla frá Geirlandi hún var fyrsta kona sem útskrifast með sveinspróf í matreiðslu á Íslandi hvorki meira en minna og hún fór á móti straumnum og þurfti að þola ansi mikið af gaggrinni og bulli og menn voru ekkert sáttu við það að kona væri að verða matreiðslumaður og mér sagan hennar geggjuð og hún rak ferðarþjónustu fyrirtæki að Geirlandi og þar meiri sér veit ég minn Maríu Lax í hennar Geirlands á mjög skemmtileg saga því nema hún segir að ég verða að smakka hjá henni skýrkökuna og ég sagði á hann að mér finnst engin matur vondur en ég á mjög erfitt með ostakökur mér finnst það bara þungar og ég fíla það ekki mér er eiginlega bara óglætt að hugsa ostakökur og ég hugsaði bara skýrkaka, þetta líklega eins og ostakaka en ég kurtis ég ætla bara að smakka þetta hjá henni þá komum við að væntingastjórnin væntingarna mína voru í kjallaranum svo kemur hún með þessa skýrköku sem bæði meira fluffy heldur en ostakakan hún léttari og hún sætari og með þetta geggjaða havrakröst alveg upp línuna og kemur með þessa sneið, hún lítur vel út og bara mjög einfalt jarðaber stöppuð með smá sykri og smá læmsafa og bara kom með geggjaða jarðabersósu þetta býður mér upp á að Geirlandi og ég hugsa bara sem við haldum andlitið að segja þetta sé gott og ég borða og ég bara, hvað ég að borða þetta og ég kláraði sneiðina og ég sagði bara þetta ánvafa einn besta kaka sem ég smakkaði skýr vanilu, skýrkaka með karamellu, havrakrösti og einfaldri jarðabersósu heimagerði og þetta var kaka sem voru með á fabrikunni og ég saknaði þess að hún sé ekki lengur í boði nefnum hún sé í boði, ég held hún sé ekki lengur í boði og við þetta var mókseldum þessa köku hún var ekki ódýr af því að það er dýrt þráfni, skýr ekki ódýrt og skýr og rjómi blandaði saman og þetta alveg hefi frammeysla og þannig að við vorum svolítið þú veist ég held að við höfum alveg verið að brjóta nokkra múra þarna á þessum blessaða stað sko, á þessum tíma 2010 og við sjáum það bara að við horfðum á heiminn því við vorum að reyna að leita að einhvers konar tengingum við bara hvaða staður svipaður það voru ekkert margir 1,5 ári seinna að opna Byron Burger sem í Bretlandi mjög stór sem mjög líku fabrikunni útlitið, matseðlinn okkar var dagblað þeir voru með sambærilega pælingar og ég hugsaði bara ég geti svarið fyrir að þeir hafa komið til Íslands farið á staði fengið inspiration það var fáránlega margt mjög líkt ég ætla nú svo sem ekki að ætla það en já, þarna fengum við að gera eitthvað nýtt og bara það að spila bara íslenska tónlist þótti djart bara, hvað mennur? Bara íslenska, þetta mjög einhæft bara nei, hefur séð íslenska tónlistakatalógin hann endalaus já, hann stór þetta eitthvað sem bara náða aðtekla minni þegar ég fór fyrst á Hamborgarfabrikuna bara íslensk tónlist og líka þetta að fara að velja að laga og dammali og það er alveg stemming það svona stemming í kringum konseptið þetta heilt konsept sem búið að búa til og þú lappar inn og það svona upplifun í því sko
nema svo gerist það að margir komu í mitt amalistilgangi og við vorum kannski að spila sama lag í 4 sinum á klukkutíma því oftur sömu lögin eins og Sprengjuhöllin með við erum í sambandi, það var allir konum ógið því lagi sko, því það búið að spila svo oft það var mjög heitt á þessum tíma en já, þú veist þetta finnst mér gaman, það að gera svona tilraunir og það ákveðin spennu fíkn í því líka að gera það þegar þú ert að gera eitthvað sem nýtt þá veistu minna hvort það sé að virka eða ekki, menn fólk fíla þetta Ég sem matreiðslumaður mjög gaman að hlusta á að tala svona þína sín á þessu sko að því að maður bara hugsa bara mat sko og bara út frá matseðli og svona þú veist þannig að þetta mjög áhugavert hvernig að búa til þetta konsept þetta svo fjarri mér að geta bara svona hugsa að maður fara að hugsa svona langt og fara í einhver svona markaspælingar gera íslenska tónlist þannig að maður bara svo fókuserar á mat Já. Ég held að sé, þú veist, ef þú er komin út í rekstur og opna þinn einn stað þá fattar þetta alls saman að þetta helst svo mikið í hendur að þurfa að vera standi í öllu eins og þú er búin að vera að gera markasmál og passa upp á þessu litlu detail eins og bara tónlistin og þú veist matseðlinn þú veist á svona dagblaðsformi við erum búin að hugsa allt þetta út Ég held að þessu margir staðir sem hafa feilaði með þarna að bara vilja ekki pæla í neinu öðru við bara erum með góða mat og that's it Ég maður þegar ég var með staðina mína þú veist þá sagði endurskoðandi minna já svo verður bara að hafa lág verð til að byrja með og svona þú veist, ég sá alltaf eftir því að byrja með lág verð frekar að byrja bara með rétt verð en vera með kannski 20% kynningamánu tilboð eitthvað þannig þannig fyrir að byrja lágt Það er mjög erfitt að hækka verð það er auðvitað að lækka verð en ég er alltaf hlindur því að reyna að vera með rétt verð þú veist, og hvað er rétt verð? Rétt verð tekur auðvitað með að því bara í hvaða húsnæði ertu, hvað ert að borga í húsarleigu, á hvaða level er þjónustæðin, ertu með menntaða þjónaði, ertu bara með, þetta þarf að taka með að þessu, svo endar bara í Excel með rétt verð. Akkurat. Og einhver segir sko, það geta aðtölulega ríkir í Excel, það er rétt, en ef að Excel-iðin gerir þið ekki ríkan, þá verður ekki ríkur þegar þú fer að stað sko, þú verður allavega að byrja þar þú verður að vera réttu megin þegar þú setur inn allar breyturnar í hvað það kostar svo þetta bara með þetta er markaði fyrir þetta er fólk tilbúið að borga þetta fyrir matinn ef ekki þá bara er betur heimasettið og við skulum ekki opna þennan stað við skulum bara fara í annan flokk matagerðar En var þetta eitthvað sem var einfalt fyrir þig að fara í, varstu með einhvern grunn gastu bara sett þetta upp sjálfur í Excel og fundið út úr sjálfur að rekna út kostnað á bakvið bara þegar þú ferði í mitt eins og tala bara ráðefni og starfsfólk og húsnæði og allt þetta Já, ég meina svo ertu bara með samferðamenn sem að kenna þeim mikið þarna var til að mynda Skúli Subway og kom inn sem fjárfesti með okkur í fyrst skipti þarna og hann auðvitað reynslu mikið til rekstrarmaður og hann gat gefið, við náttúrulega bara sógum að okkur þekkingu auðvitað hafði maður einhverja rekstrarþekkingu af verkum og störfum sínum áður en það síðan að þurfa að standa á eigin fótum með þetta, það er annar leikur og það hafa líka alveg komið upp verkefni þar sem maður er lítill í sér með tilraunirnar og maður vill reyna að fara eitthvað safe sko, og veist að því að þú veist, ég nefni sem dæmi bara á COVID-tímanum þá hugsa maður, hvernig mati og við verðum að gera eitthvað sem er safe sem er örugglega þá þorur ekki að taka áhættur því að það er ekki svigrúm í áhættuna skiljið og þá býr maður ekki til eina snild þá býrðu bara til eitthvað sem er solid þannig að það að búa til snild það þarf að, þú þarf að gefa því smá andrými þið vitið, maður þarf að vera þú þarf að hafa sjálfstustið rétt balansera til þess að þora að gera nýja hluti og standa með því að stundu tekur tíman á að gegn sko og ég get nefnt síðan næsta verkefni sem var allir að mynda Shake and Pizza þegar við tókum keiluhöllin upp í Egilshöll það voru tveir keilusalir einn í Öskjuhlíð sem var miklu betur staðsettur en algjörlega ónýtt húsnæði og svo eins og að line í keiluhöll top of the line upp í Egilshöll og við vorum samt stödd í Grái hver fer inn í Egilshöll að borða erfitt fyrir ofan okkur var bíósalur, þú heyrði stundu búm, bassan hvernig matur þarf þetta að vera? Þetta þarf að vera þá ekki fínn matur
þegar við tökum við þessu stað þá hétt þetta Fellini og þú gast fengið naut, þú gast fengið lax, þú gast fengið pasta, þú gast fengið pizza, þú gast fengið hamburger, þú gast fengið salat, þú gast fengið allt. Og ef þú gerir allt þá verður aldrei góður í neinu, þú verður kannski ágætur í öllu. Þannig að fyrsta hugmyndi var bara við þurfum að gera eitthvað ógeðslega vel og gera það einfalt og við þurfum að vera með mat og eftirrétti og þannig kom bara shake and pizza. Já. Og það, ég líka mjög skrítin, ég veit bara nöfn séu svolítið það sem þetta er. Hamburgerafabrikan, hamburgerastæð. Shake and pizza, sko. Hlöllabátar eru hlöllabátar. Þannig að ég er ekkert flókin í nöfnunum. En þá er mér tugsið, ok, hver ætlum við að bæta við hérna í pítsunni? Það eru pizzastæðir til. Hvað ætlum við að gera? Jú, við þurfum að gera öðruvísi pítsur. Og ein hugmyndi var bara, það er bara ein stærð. Ein stærð gefur okkur ákveðið hagræði sem gefur okkur tækifæri í að vera þá með meira gúrmi ofan á henni. Af því við þurfum ekki að vera með 4 stærra pítsum. Það er 3 stærðir, 9, 12 og 16 tómur, þetta er bara 12 tómur. 12 tómur er líka orginal stærðin, þetta er orginal pizza. Og þá komum við að þessu, að tilraunar eldhús, alveg sem við gerðum með fabrikuna, bara haldið tilraunar eldhús og það er bara fullt af ótrúlegasta hráefni tekið inn og allt er leyfilegt, það er aldrei nei á neinu, það er engin hugmynd, slæm hugmynd. Þetta þarf að gerast í nokkra daga samt að því að þú getur bara tekið svo marga bita af mat í einu, sko. Þú verður samt að tyggja og spýta því að þú finnur bragðið. Þar gerðum við baconsöldu pítsuna sem var síðan 4. besta pizza í heimi, stærstu pizzakeppni í heimi, sem er, veist, á þeim tíma bara big deal. Las Vegas, þetta er bara að koma pítsur úr öllum heims hornum. Maður man mjög sterkt eftir þessu, sko. 4. besta pizza í heimi og það var svona, varð alveg svolítið huge. Það var svona, mætti segja að þetta hafi orðið eiginlega bara svolítið væral svona á Íslandi. 4. besta pizza, baconsultan. Já, og það nota bene, þegar við förum í keppnina þá vissum við alveg að fáum F-Shaken pizza. Þannig að klárlega, eins og ég sagði, við förum í þessa keppni, það er alveg sami hvaða sæti það er, við munum fagna sætinu, sko. 4. sæti var langt fyrir ofan mínar væntingar, sko. Þú veist, að því að 14. besta pizza heimi er líka bara fín, sko. Ef það þarf að komast í betri átt að fljúga í 4-5 klukkutíma, sko. En það er mitt, sú pizza var til sem slís, þú veist, við vorum alltaf að vinna, baconsultað, þú veist, notum það, baconsultað er svolítið skemmtilegt, hún er góð burger, baconsultan var ekkert ný, það var verið að nota hann út í heimi, ekkert mikið búið að riða sér til rúms á Íslandi, þannig, en hún var alltaf sett ofan á, við hugsaðum alltaf, ok, þú setur pizzasósu og svo setur ost, svo setur eitthvað álega og svo kemur baconsultan. Nema að hún var ekki að fljúga einhvern veginn. Og ég óskætti því, setjum ekki pizzasósu, notum baconsultuna sem sósu. Þú veist, af því það var alltaf mikið að gerast í bragðinu, þú komið með tómatinn, þú komið með þetta og það var alltaf mikið í gangi hérna. Þannig að með því að losa okkur við pizzasósuna og nota baconsultuna undir og svo byggjum við hann upp alveg eins, þá var til eitthvað en bara herðu. Það gerist eitthvað. Og funduð það strax? Já. Af því að svo er þetta líka spurninga það hvernig, í hvað röð kemur bragðið á tunguna þér. Af því að þegar þú borðar pizzu, þá ertu með brauðneðst. Þannig að palettan er nokkuð clean. Og við erum með endur svo að setja jalapeno ofan á, sem þýðir að jalapenoið, það fer ekki beint á tunguna þér, þú færð hana svolítið aftarlega, eins og þú átt að borða sterka mat aftarlega í munninum. Þannig að einhvern veginn þessi samsetning, hún fullkomnaðist upp í þér, sko. Af því að svo, þegar þú byrjar að tyggja, þá kemur sætan aðeins í gegnum brauðið, skilur við, þú að finna kröstið ofan á. Þetta var eiginlega hinn fullkomna samsetning á öllum þessum brauðum, sko. Við vorum með sætuna í baconu, seltuna í pepperóníinu sem vorum að vinna með, sterkjuna í jalapeninu, kröstið í nachosinu sem við setjum ofan á og svo þetta með hvítlaugssósuna ofan á sem var svona bara pínu húmf. Og og þetta er svona ákveðin verkfræði sem gekk algjörlega upp. Algjört slys. Við vorum bara útiloka, baconsultan er ekki að fljúga hérna. En þarna var hún til sem sósa. Og í dag gerir ég til að mynda pítsur heima sjaldnast með tómat undir pítsósu. Ég nota eiginlega bara aldrei pítsósu. Ég nota frekar vítlauksmjör
eða baconsöldu eða ég nota bara olíu, blanko pizza svo kvöldu og ég eiginlega búin að taka pizzasósu úr mínum heimilispítsum sko. Nefnir fyrir börnin og svona krakka. Þannig að maður er að prófa það. Já, hafið ég prófað hvítlauksmjör eins og hvítlauksbrauð og nota hvítlauksbrauð sem basa á pítsu. Geggjað. Já, það er enda rosa gott. Ég hef prófað það. Ég hef prófað það líka. Þetta er hvítlauksmjör bara á hvítlauksólía. Þetta er bara svindldót sko. Já. Og það er nú það sem ég er að gera í dag. Það er nú að framleiða svona vörur í verslunum. Og með 12 tómu vörulínan sem ég er með að gera. Þar er við með hvítlauksmjör. Og það er bara fullir það er bara virkilega gott hvítlauksmjör. Þú getur sett það á steik og hvað sem er. En sem basi á svona pizzadeg er bara geggjað. Já, þú hefur verið í alls konar. Já. Ég fekk einhvern tímann frá Ísfugl. Kalkunaleggi með sem var það Buffalo eða eitthvað. Þetta eru kalkunavangir. Þetta er ekki drömstykkið, þetta er tvírifjan. Þetta er tvírifjan og það er eitthvað gaman að segja frá því að ég nauðaði í þeim í Ísfugli þegar við opnaðum Barjón í Mosó, Hverfistæði, þá vildi ég nota hvað er í nærumhverfinu. Þú ert náttúrulega með Ísfugl sem er einstak kalkunabú, eina kalkunabú í Íslandi. Og ég hef alltaf að hugsa, kalkunin er með stærri vangi, búa til svona jumbovangi, flotta jumbovangi og nota kalkunin í það. Það er ekkert svo mikill munur á kalkun og stöðu til fitan, hún er minni á kalkunin og kjúkling, þannig að upplætt í þetta. Og þeir fannst nú ekki taka því að vera pikk honni í hennan eina litla stað. En það var ekki fyrir en ég var með, hér er samkaup, nú ætlum við að gera þetta í alvöru magni. Sem að þeir voru tilbúinir að gera þessa tilraun og forelda þessa vangi fyrir okkur í pakka. Geggjaðir í airfryer. Já, það var þrjusu gott. Þetta er líka sparkaði hugmynd hjá mér, sko. Ég hef nokkur sem tekið alveg ágætismagna þessu og látið þetta liggja í súrmjólk eða jógurti og eitthvað með hot sauce og eitthvað stöfi. Svo bara pannir eða bara bretta og djúbsteikt, bara eins og hot wings. Bara geggjað stöf. Meira kjöt. Já. Og nærða alveg að setja líka mikið að bragða í þetta sko. Það er mikið kjöt og þú dregur alveg vel í sig. Já. Og kosturinn líka sá að því að þetta er kjöt sem að nýtist og að lítið. Þú veist, það þarf að pilla þetta og þetta er þá notað í kalkunaskingu eða notað í unnar kjöturur, þú veist, jafnvel kalkunahakk eða eitthvað sem framleiðandi fær minna fyrir heldur en að geta tekið vanginn heilan og nýtt hann sem slíkan. Þannig að mér varst það gaman, það er svona eitthvað öðruvísi og en eina leiðin ég elda þetta segi ég airfryer eða djúbstekja heima. Það er svo að setja þetta í opn eða setja á grilli, þá verður þetta alltaf eins og bara vangir í opn og grill. Það verða shaggy, það verða moist en ekki crispy sko. En það var mjög skemmtilegt. Þú er ennþá í gangi, þú veist, það er alveg það er sal í þessu, en þetta mættum alltaf vera meiri. Þetta er vannýtt ráefni og maður er alltaf glaður sem matreiðslumaður er maður alltaf glaður að sjá þegar einhver kemur með einhverja nýjungar og notar eitthvað sem maður er ekki vanur að nota sko. Og ég hef sett þetta í mötuneyti hér og þar sko, og allir bara yfir sig ánað sko. Það er gaman að hérna það. Við gerum líka lamborgar á fabrikunni. Ég veit ekki hvort þið munið eftir honum. Ég man eftir Rudolf, hreindýraborgarinn. Það er sama hugmyndafræði að baka hreindýraborgarann og lamborgarann. Lamborgari á það til að verða með svona öllabræði, svolítið svona. En ef þú notar hreint lambakjöt og ert með nautafittu, þá færðu hamborgara, þá færðu annað bragð. Og sama með hreindýraborgarann, þú ert með hreindýrakjöt en nautafittu. Nautafittan er hlutlaus. Og allt sem þú setur nautafitt í, íti bara undir bragðið í því sem þú setur það í. Sko. Þannig að Rudolf var á þeim tíma, ég fæ vatn í munninn að hugsa, það var sturlaði borgari. Sumir sem nota með þessu nautafitti til að maka í andliti á sér, til að halda sér unglegum. Ég hef ekki farið þangað en þá. Veistu, ég fæ nautafittu regla úr sveit, sko. Svo bræði ég þetta niður, ég var einmitt að því bara í síðustu viku og nú er ég með 5 lalladalla heima. Hvað sögðu ég ger það nýri vinnu, það er engin og svo er þetta bara pakkaði lalladalla og inn í kæli og svo steiki ég allt upp úr þessu. Bara allt, ég nota eiginlega enga olíu ef ég á þetta til sko. Nei.
Það er nefnilega málið að þetta er mjög hlutlaust efni en býr til hennan safa og djús í allt sem hún setur það í. Þannig að það er, ég er enda að geyma í gæsafittu og andafittu. Þú veist, þegar ég er að andafittan. Þegar maður tekur dökkan fíð og þá geymi ég alltaf fittuna og ég er orðinn mikill aðdáandi airfryer. Já. Ég veit að matreiðslumenn ekkert til að hoppa hæðsinn yfir þessu. Ég man að kennarinn í skólanum hann bölvaði airfryer eins og það væri bara satan upp risinn sjálfur. Já, ég ætla að fá að ég ætla að segja hvað ég nota airfryerinn í. Ég nota hann í kartöflur, grænmeti, vangi og svona það sem þarf að vera, veist, ég er með crispy humar og rækjur og svona dót, kekjaði þetta. En smælki kartöflur, olía, salt, tala ekki með og setur andafittu og þú steikir þetta í airfryer, þú færði ekkert betri kartöflur. Nei. Því að algjörlega er bragðið intakt, það er algjörlega kartöflan bara heil, hún bara eldast og er bara heil, hún er crispy utan mjúka innan. Þú færði ekki betri kartöflur, ég bara fullir það. En nú ert þú svona pælari og skoðar hluti og svona. Já. Hefur eitthvað kynntir airfryer, bara hvað er málið? Af hverju er þetta bara opn sem bara koncentrerar Þetta er bara lofthitt, þetta er bara lofteldun. Já, sem er náttúrulega bara heimilisofni náttúrulega gerir bara það sama. Þú veist, kompaktaður. Já. Þannig að það bara nær meiri blástri og meiri... Já, og meiri, veist, og að því að þú ert meðan matvannin standa og það loftar þau, þá er þetta jafnari eldun. Já. Þetta er jafnari eldun og það er ekki, það er engar örbylgjur, þetta er ekki krabbameinsvaldandi, þannig að þetta er ekki heilsufarslega slæmt, en þetta tekur pláss á borðinu, þetta er ekki alltaf fallegustu tækin. Nei. En bara ég set smælki kartöflur og ég tek ferska gulrætur, set þetta saman og þetta kemur út bara bragð meira, þetta er vel eldað, þetta er crispy og rusty og þetta er gott með öllu. Bara mæli bara með því og og það er bara smá olía og salti gerir þetta kröstin alltaf. Sko, ég man eftir í COVID, þá varst þú aðalkallinn á Instagram. Já. Ertu ennþá svona duglegur elda? Já, ég elda alltaf, ég meina það er bara, ég hef haft það sem svona sið, þetta var siður í okkar fjölskyldu þegar ég var giftur, eftir ég skildi að ég meiri áherslu á það er kvöldmatur. Þú veist, þegar strákarnir eru með mér, það bara, við setjumst niður, við tölum saman, eigum annarkvort 5 mínútna spjall eða 50 mínútna spjall, það var eftir hvernig dagurinn er. Ég veist að skipta máli, sérstaklega þegar allir eru út allt og það eru símar og endalaust áriti, bara þetta er tíminn. Og ég gef mig tími í elda, sko. Þú veist, þegar þetta var Instagram thing, þá þetta stundum elda maður þó maður nefndi því ekki. En já, ég myndi segja, ég sé bara mjög samkomin sjálfur mér í því, ég elda. Já, sko, kona mín er náttúrulega matreiðslumaður líka og hún nennir ekki elda heima, en ég finnst það bara eitthvað... Tekur ekki vinnuna með þessi? Nei. Ég er akkurat dögt, sko. Heima þar er mitt svona sanctuary, sko. Þar get ég leikið mér að öllu sem ég langar að prófa og hitt og þetta og maður er búin að gera eða svona fær flestu hugmyndunar og gerir mest bara heima, sko. Já. Fyrir mér er þetta bara, sunnudagar fyrir mér byrja 3-4 að dutti einhverju og hlusta góða tónlist eða útvarp eða hvað það er, podcast eða eitthvað, þetta er bara 3-4 tíma jógatími fyrir mér, sko. Þetta er fallegu draumur. Eitt rautt og svona á leiðinni. Já, ég bara tengi mikið við þetta, maður. Ég er svolítið bara fastur í grillinu þessa dagana, sko. Grillar og út í eitt. Allan fisk og bara... Ég elska bara þetta grillbragð. Þannig að... Er þetta grill ef við veturinn líka? Já, algjörlega. Ég er ekki alveg þar, þó að ég geti gripið inn í það, þá einhvern veginn er ég minna þar. Ég tengi grillið meira við að ég vil vera úti. Já. Ég, ekki það er alltaf tengt og ready to go, sko. Það er mitt. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Já, ég get ekki svarað, ég fæ mjög oft þessa spurningu. Ég veist... Það fer allt eftir því bara hvað dagur er, hvað stemning er, hvernig er veðrið, hvert er tilefnið. Bjartur, það frekar að spyrja hann, sko, hvort er hann meira pulsumaður eða steikarmaður? Já, ég er
aftur, ég bæði sko en steik þetta alltaf steik sko Já, nákvæmlega ég get ekki ég bara einlæglega get ekki svaraði en veist, íslenska lambið alltaf íslenska lambið hafið smakkað króatískt lamb? Nei, ég hef ekki farað það því að það oft sagt sko, þú ert það sem þú borðar Króatía uppfull af rósmarin og timjan og hérna fjöllin, þið fara upp og lömbin nærast á rósmarin og timjan þannig að þau bragðast öðruvísi og ég vil nú meina líka þau bragðast öðruvísi lömbin frá Austurlandi og Norðurlandi heldur en frá Suðurlandi einfallega vegna þess að hérna, það er önnur næring það er meira salt í Suðurlands undirlendinu opið fyrir hafið og minni fjöll og minni vöðvar það er geggjað að séu bara á vappiðana ég vann út á landi einu sinni þá var maður í húsi hérna var maður í litlu húsi rétt hjá staðinu sko það var bara reglulega bara vaknaði maður við bara jarmandi kindurinn af utan og bara á vappinu einhvern veginn og geta allt sem maður fundu þetta er geggjað, þetta er einmitt var ekki verið að fríða þetta hugtak, íslenska lambið það er bara komið í sama flokk og kampaðinn Já, ég ætla að vona það það er, ég held ég bara staðfest en það er íslenska lambið ekki á bragðið eins og annað lamb sko, þú veist Nei, en það eru þú veist, eins og sumrin þá borðaði sveppina, þau eru að borða berin, þau eru að borða viltimjan þú veist, sem er þannig að það er alls konar hérna hér líka sem að þó að það sé ekki rósmarin kannski beint en þessi villi bráða algjörlega, þetta er villibráð og hún er free range svo sannarlega, ef eitthvað er free range þá er það íslenska lambið sko og hún á réttin líka á þjóðveginum en var það ekki Jóngnar sem kom með hugmyndina að hérna selja erlendu ferðamönnum og koma að veiða kindur það var svo helviti hvað selja villibráðana en svo er það fiskurinn sko að hérna, það er synd hvað við borðum lítið fisk á Íslandi algjör synd og hérna, ég var eitthvað að pæla í þessu sko, ég mæli náttúrulega svolítið þetta á sonum mínum sem að hérna, eru ekkert mikið fyrir fisk en þó sættar sig við að þeir elda fisk og þeim finnst þetta öðruvísi og ég fór aðeins að hugsa þetta, hvað veldur því að við borðum svona lítið fisk og ég held að mín kenning er svo að fyrsta snerting barna á fisk er oftar en ekki skólamötunettin og hvernig elda þau fisk með fullri virðingu fyrir þeim að þá ertu ofta að nota bara frosinn flög, sett á gastró látið þiðina kannski frá mótni þar til áti, hendinni og kom út eins og papír það er ekki bragð Ég átti þetta samtal við hérna Áslögu í Djúpinu ég mitt viðraði þessa kenningu mína og sagði bara frá sjálfum mér að þetta er mitt maður hugsaði bara fiskur var bara vondur þar til að ég var bara fullorðinn maður þú veist, soðin ísa var bara martröð fyrir mér sko. Núna er það bara besti matur sem ég fæ þú veist að ég geri það sjálfur og hann er góður en ég held að þetta margt til í þessu að maður byrjar þarna og maður heldur í þetta svolítið lengi sko. There's never a second chance in first impression segir einhvers staðar og ég held að ef að ég fór eitthvað að hugsa sko, hvernig gæti nú sjávarútvegurinn komist í náðina hjá þjóðinni því að það er einhvern veginn gjá á milli sjávarútvegsins og þjóðarinnar oft á tíðan og þá hugsaði, herðu, gæti ekki sjávarútvegurinn í staðan fyrir að borga auki veiðigjald bara dóneitað ákveðnum tonnum af góðum fisk í grunnskóla landsins spara þar með hráefniskostnaði í rekstur í grunnskólana gegn því að hann er eldaður réttur samkvæmt einhverju forskrift sko. Því að hugsið ykkur eitt með matargerð í frönsku skólakerfi, grunnskólakerfi þá er dýrasti rekstrarþáttur grunnskólana í Fraklandi er mötuneytið og það er alveg sama í hvaða hverfi þú kemur í París eða utan Parísar eða hvar svo í Fraklandi þá er allur hádegismatur kennslustund, þeir líta ekki á þetta sem hádegishlé, heldur kennslustund í næringafræði og matarslu og það er skylda mæta og skylda borða þetta eru borðsiðir, næringafræði og hérna matarsla og þeir segja að sama hvað þú ert hvort þú sett forsættisráðara eða pípari eða innheimtumaður eða lögfræðingur, þú þarft að næra þig og hvernig fjármagnaðir þennan mikla kostnað við þetta dýra mötuneyti sem og það er. Þetta er dýrasti rekstrarliðurinn í grunnskólanum. Þeir segja að við tökum lán úr heilbrigðiskerfi framtíðar.
þeir vilja meina að með því að kenna börnum næringafræðina og að borða rétt, borða allan fæðuringin, þá ert að minnka áuna lífstíðsjúkdóma og aðnan kostnað sem leggst á heilbrigðiskerfið og skattgreiðendur í heild, skiljiði. Og mér finnst þetta hrikalega flott pæling og hún meikar sens ef þau hugsa út í það. Og þannig eru krakkarnir, látið þeim taka þátt í eldhússtörunum til skiptis, látið þeim bera borðið, þá, veist, við borðum líka með auganu, gleymið því nú ekki. Framstilling gríðarlega stór þáttur í því sem þið eru að fást við og bara við sem erum að borða matinn, sjáum. Og þá ertu líka að hugsa hvað þú ert að setja á neyð. Og þetta er náttúrulega ekki upp á teiningnum í íslensku grunnskólum. Nei, það er frjálst aðgengi að sósuborðinu og það er allt þetta. Og ef við erum að elda mat eins og við erum að bjóða upp á, þá vitum við líka að orkustíðið fer upp og það hrinur. Hvernig ert í tíma eftir hádegið búin að sykursjokka þig með tómatsósu sem er ekki með tómat í, sko. Skilur? Það var verið að selja sómasamlokur þannig alltaf þegar fyrir þá sem við vildi ekki fisk, sko. Já, ég er að segja, veist, þetta er auðvitað, þannig að sko þarna gæti sjávarútvegurinn komið inn, hans er sterkur og sagt bara, herðu, það er bara hérna, það verður sett ákveði kílómagn á hvert grunnskólabarn inn í mötunetti sem verður matreitur vel. En eru ekki flesti skólar í dag að fá feskan fisk? Jú, en þú veist, ég held það. Ég er nú að tala um þorsknaka og eitthvað svona, við erum að njóta fríðindana, þetta sé, ég veist, ég meina þetta er ekki vondum, þetta er góð hugmynd. Við fáum bara ekki aðgang að góða fiskbitunum hérna á Íslandi, sko. Nei. En svo byrjar þetta þekki eitthvað til þess að fá almennilega þorsknaka. Svo byrjar þetta fyrr í leikskólanum, sko. Þú veist, það gæti verið að sé að koma með vondabræði í munum bara í grunnskólan, þú veist, af leikskólan. Já, svo er þetta greiðilega misjant að því að dóttir mín er 4 ára í leikskóla og hún elskar fisk, bara bleiku fiskur, það er bara besta hún veit og borðar hvítan fisk og finnst það bara gott, sko, en hún vill ekki sjá lamb eða naut eða helst ekki kjúkling. Bara þannig að það er þetta er fiskur geggjaður og ég get alveg sagt ykkur, þegar ég fer á veitingastæði erlendis og þeir gefast út fyrir að vera með fisk og steikur og eitthvað og fyrst þeir setja fiskinn og þetta er svona yfir meðalagi fínn veitingastæður, það er alltaf í fiskinn. Af því að þú hugsa út í það, ég sem ekki faglærður matreiðslumeistari, ég get ekki eldað fisk eins vel og góðu matreiðslumaður getur eldað fisk. Nei. En ég get gert steik álíka vel og besti kokkurinn í bænum, sko. Ég get alveg dottið inn á það að gera það. Skiljið, munurinn þar er ekkert svo svakalega mikill. En fiskur, þú ert með góðan kokk sem kann að gera góðan fisk, ég vel fiskinn. Það var einmitt eitt Sandhverfan á Hótel Sögu, smökkuðu það hann einhvern tímann? Nei, fyrir mína tíð. Það þarf einhver að taka upp hennar rétt og byrja með. Ég var með eina hugmyndnir í miðbæ hérna, ég var í miðbæjarráði, sko, varandi sjávarútveginn. Það er galið hvað við eigum fáa sjávarréttastæði með að við að þetta sé Ísland er fiskiþjóð. Já. Og ég vildi sjá bara einhvers konar íviljanir frá hennu opinbera fyrir þá sem gera út á íslenska fisk. Og mætti vera líka, mætti blanda lambinu inn í það dæmi að við eigum að vera þarna, við eigum að vera í farabroddi í að selja ferðamönnum hérna, afurðirnar sem við erum að selja til þess að hækka ímynd og álit fólks á íslenska fisknum. Akkurat. Ég er svo innilega sammála. Já, ég veit ekki. Þetta var svarið mitt við hvað er upp á smaturinn. Brauðterta. Ertu komin úr sjálfstæðisflokknum og komin í sósíaldemókraflokkin? Bara Nei, ég er nú ekki þar. Þannig hérna en málið er það, er það að tala um stjórnmál? Nei. Við erum svo heppinu það. Fallegu draumur, fallegu hugsa. En þú mátt ekki gleyma því, sko, stjórnmál eru hringur. Stjórnmál eru ekki lína. Nei. Stjórnmál eru hringur. Og þess vegna er nú Trump og Putin ágætis mátar, sko, því að þeir eru bara hlið við hlið í skoðunum þó þeir séu klálega vinstri og hægri. Öfgasinnað vinstri maður á meira skilt með öfgasinnaðum hægramanni heldur en nokkuð tímann miðjumanni. Já. Þannig já, stjórnmál eru hringur. Þannig að það er margt líkt með sósíalistum og öfgahægri mönnum, sko. Já. Það er bara þannig. Er mikið pólitík í bransanum? Matreiðslubransanum? Í matreiðslubransanum? Já.
Nei, ég held að vanti pólitík í hana. Og veist, það er alltaf búið að skilja veitingastaði algjörlega eftir í öllu sem heitir umræða í kjaramálum eða vaktaálagi eða tímum. Þú veist, það eru allir að sko lepja dauðan úr skel í þessum bransa og það er ekki gott fyrir neitt. Og ég hef nú svona talað fyrir því máli og hef alveg gert mig svona gildandi eða reynt að gera mig gildandi í umræðum kjaramál á Íslandi að það hefur allt breyst í heiminum ef þið hugsa út í það. Þú veist, stærsta símafyrirtæki í heimi á ekki eina símstöð, sko, veitir bara Facebook. Stærsta verslun í heiminum er ekki með eina verslun, bara með lagerhúsnæði, veitir Amazon, Temu, þú veist, þetta eru stærstu, það eru allt breyst í okkar heimi, nema kjarasamningar. Við erum ennþá að horfa á 8-4 tíma sem einhver dagvinnutíma, það er ekkert sem heitir í því, við erum stödd í umhverfið sem að við erum í alþjóðsamfélagi þar sem að klukkan er bara annar staðar og við erum með fólk á vakt allan sólarhringinn. Við erum með ferðaþjónustu sem er langstærsti iðnaðurinn á Íslandi. Stærsta atvinnugreinin er ferðaþjónusta og inn í því ertu með 24 stundar þjónustu í hótelrekstri, með veitingastæði sem er opnir á kvöldinu og helgar og þungin er kvöldinu og helgar. Og við erum að vinna á einhverjum 33-45% auka taxta af því að klukkan er orðin 6. Og ég er ekki að segja að við eigum ekki að greiða meira fyrir álagi sem fylgir að vinna á þessum tímum. En mér finnst galið að einstæð móðir með börn þurfi að stimpla sig út klukkan 4 af því að hún þarf að sækja leikskólan og inn kemur háskólanemi búin að keyra sér 3 nokkóa, labbar á vaktina og fær 33% meira greitt fyrir hverja vinnustund. Heldur en einstæðamóðurinn. Mér finnst bara galinn munur á þessu og ég var talsmaður þess þegar menn er að ræða kjör að segja, ok, hækkun dagvinnutakstana, skiljum aðeins kvöld, minkum þetta bil. 1,33. Þetta er ómikill munur. Í óhag þeirra sem að minnst mega sín, sko, sem get ekki unni kvöld og helgar. Og kíkjum til Svíþjóðar þegar kemur á kjaramálum sem er það land sem hefur verið talið því réttlætasta landið. Það er ekki svona mikill munur þar á. 33% munur á 5 og 6. Þið vitið. 45% munur á hádegisvakt á mánudegi eða hádegisvakt á laugardegi. Já, rétt. Þú veist, ég er bara að segja, þarna það bara aðeins að endurhugsa þetta. Lífið er ekki 8-4 nema hjá henni opinbera. Og þegar þú ert með opinbera aðila að ræða kjaramál, þá er það að horfa á þetta með sínum glerugum en ekki kannski hvað er að gerast í raunheimum. Og þetta má bara laga á þess að við séum eitthvað að tala um að nýða skóin af þeim sem minna mega sín. Það snýst ekki um það. Það snýst um það að það verður að vera lífvænlegt allstaðar. Og ef þið horfið bara á það hvernig verðlag hefur þróast, að þá held ég að þó að þið kvenkið ykkur yfir því hvað bjór kostar á veitingastæðinni í bæ, að þá hefur hann ekki hækkað í takti við það sem annað hefur hækkað. Húsaleganir í bæ, launin og annað sem hefur bara rokið upp úr öllu valdi. Hafa launin hækkað í samræmi við til dæmis bara húsnæðismarkað og hækkanar í búðum og svona hlutfallslega séð? Er það ekki bara ómögulegt að ætla að fara að keppast við þann vöxt? Jú. Sko, laun er tala. Krónutalan skiptir einhver máli. Það skiptir máli hvað færði fyrir krónuna. Og það er það sem menn kalla kaupmáttur. Hver er máttur 1 krónu? Bara ef þú spóla tilbaka, þú veist, 1 króna, þú kannski keypt helviti mikið fyrir 1 krónu í gamla daga, sko, og var ekkert fyrir hann í dag. Og þetta er mjög djúp pólitík, sko, því að hér ertu með stóran hóp manna sem vilja halda í íslensku krónuna og samt er hún bara alltaf hérna, sko, þú veist, hún hefur bjargað okkur út úr vandræðinu sem krónan hefur komið okkur í. Og þeir þurfu ekki að það common sense. Við erum 360.000 manns eigum að vera með eigin gjaldmiðil. Sjálfbærni, vilja sem við meina. Þetta hefur ekkert með það að gera, sko. Þetta hefur ekkert með það að gera. Því að inn í end of the day erum við algjörlega háð innflutningi. Við gerum ekkert sjálf. Það er ekkert til þess að fóðra hér
til þess að fóðra hér dýr þá þurfum við að flytja inn fóður til þess að byggja hús þurfum við að flytja inn sement og steypu og timbur og við erum ekki sjálfbæra neinu leiti þannig að sko við erum alltaf í erlendur viðskiptum þannig að það að fara að konverta því yfir í Matador það eru fleiri peningar prentaðir í Matador og Monopoly í heiminum heldur en íslenskar krónur við verðum aðeins að hugsa þetta hefur ekkert með sjálfstæð að gera við ráðum ennþá alveg landin okkar þó við séum ekki með þannig að ég tala ekki krónunni en ég er bara að segja að nei, það er klárlega þannig að krónutalan hefur staðið í stað að meðan grunnþættir eins og húsnæðisverð og matvara hefur snarhækkað. Það er bara hannig. En aftur að þú tala kjarasamninga og svona, hvað finnst þér sveit? Var það eitthvað, varst þú eitthvað tengd því? Nei, ég skráði félagið mitt í það eins og önnu veitingafélög gerðu sko. Ég var ekkert inn í vinnunni þar. Nú þekki ég voða lítið til þess sko. Ég bara veit að það var stofnað stéttarfélag sem komið með sína samninga og Sólveig og Efling voru ekkert sérstaklega sátt með það. Nei. Það er svona mitt knowledge þarna. Já. Sko, mín skoðun á þessu Sveit eru mjög eðlileg samtök að þau stofni sín sérhagsmunasamtök en það er veitingahúsarekstur og reynda ferðarþjónustan í heild sinni mjög afmarkaður lútir öðrum lögmálum eins og ég var að segja á hann. Þetta er ekki allt 8-4. Veitingahúsa eigendur þurfa að standa vörðum sína hagsmuni. Það er bæði gagnvart fasteignafélögum, gagnvart fjármálastofnunum, gagnvart kjaramálum og svo framvegis. SA, Samtök atvinnulífsins, hafa ekkert endilega verið að nenna að sinna þessu og SA er síðan undir því Samtök ferðarþjónustunnar þar sem að veitingahúsamenn eru og þeir eru ekkert hafa enga rödd. Nei. Þannig að þeir geti ekki sett eitthvað mál á dagskrá. Það sem gerðist hjá Sveit, mistök Sveit var að þeir vildu breyta öllu í einum og sama samningum. Þú gerir það ekki. Þú veist, að því að þarna ertu tala frídaga, veikindarétt, þú tala launataksta, vaktaál og tókst bara allt og breyti bara öll í einum og sama samningum. Það er stór bit að kyngja. Það voru mistök sem Sveit átti ekki að gera. En á móti kemur að Efling hefur ekki virt þau viðlits. Þegar þú ert með samtök sem eru með svo marga atvinnurekendur sem endurspegla svo marga starfsmenn, þá hafa þeir leyft sér bara að segja, nei, við ætlum ekki að tala við ykkur. Þið fáðu ekkert sæti við kjarasamningaborðið. Ok? Eina ástæðan fyrir því að Sveit getur ekki gert kjarasamninga því þau eru ekki með viðsemjenda. Þegar verkalýðshreyfingarnar hafa bara leyft sér að segja, nei, við ætlum ekki að semja við ykkur. Já. Það er óeðlileg staða. Það er óeðlilegt vald sem Efling leyfir sér að taka. Eru þeir ekki bara að venda félagsgjöld í tíðin? Já, þeir vilja bara hafa vondakallin í SA sem mótherja. Okay. Það er svo auðvelt að geta bent þá á ofurlaunin, ofurhagnaðina og það sem er að þú sérði í SA innan fárra fyrirtækja af öllum fyrirtækjanum sem er á Íslandi. Þú rátt okkur á því að 99% allra fyrirtækja eru lítil og meðastór á Íslandi og þau eru ekki að borga ofurlaun og þau eru ekki að borga ofurhagnaði, þau eru basically að bara komast af. En til þess að geta búið til einhvers konar söguþráð þar sem að einhverju vondur þá ætti að geta bent á ofurhagnaði stórfyrirtækjana. Og þegar þú ert með viðsemjanda sem á að endurspegla þá og alla hina þá gleymast litlu aðlefnir. Því ef að Efling myndi setjast niður á borðið með okkur veitingamönnum og segja, herðu, þetta er staðan, þetta séu bara rekstra sögu félagana og séu þetta er meðalhagnaði veitingafélags, þetta er meðalfjöldi gjaldþrota því að menn ná ekki endur saman. Þetta er launakostnaðurinn, 50% af rekstrinum. Þá var erfitt fyrir viðsemjandi að segja, þetta er bara kjaftaði, þetta er bara ofurhagnaði, þið verður bara að sjá ykkur sjálf. Það er erfitt að semja við einhvern sem hefur ekki, er ekki með þessa átillu sem að þau vilja hafa til þess að búa til vondakallin úr atvinnureikandana. Já, ég hugsa, væri ekki bara einmitt sniðust að taka eins og þessi veitingastaða eigendur og bara veitingastaði og þessi litlu staði. Það er svo skrítið finnst mér að þeir
séu settir út í sama hatt og þessu stóru hótelin og allt þetta sem eru sett að ráða inn sama fólki að mörguleiti, bara á veitingastæðana hér og þar og þú veist, og mikið verið að flytja inn fólk til dæmis á þá staði, en þeir eru einhvern veginn alltaf settir í sama hattin og litlu veitingastæðina. Búið til einn súpa og eins og ég hef sagt, og ég hef alveg hitt fulltrúa Eflingar í samtölum og ég hef bent þeim á það, sko, lítið fyrirtæki á Íslandi, hvort sem það er veitingastæður eða bara húsgagnaverslun, lítil húsgagnaverslun eða fataverslun. Það er miklu meiri samhljómur á milli kröfu Eflingar og lítilla atvinnurekanda heldur nokkuð tímann stórfyrirtækja. Því að ef að lægstu laun á Íslandi eiga afgang eftir leigu, húsnæði og mat, eða skilur húsnæði, matur, föt og skildu grunnþarfinnar, eða það er afgangur, þá er einhverja líkur á því að þeir geta farið og keypt sér nýja lampa eða keypt sér nýja buxur eða leyft sér að fara út að borða. Þannig að atvinnurekendur vilja sjálfsögðu að þeir sem eru með lægstu launin eigi afgang til þess að leyfa sér að eiga í viðskiptum við litlu atvinnurekendur. Þannig að ef að markmiðið er að ná betri kjörum, þá eru atvinnurekendur lítilla fyrirtækja bara algjörlega sammála því. Herðu, já, það væri bara frábært ef allir gætu leyft sér að fara einu sinni tvisvar út á mánuð að borða eða kaupa sér einn og setja hann lítið lampa eða skiljið hvað til að fara. Þannig að hvað er þá vandamálið? Við erum sammála ykkur, það þarf að laga kjör þeirra sem minnst hafa það er engin ósammála, en hvernig gerum við það? Við gerum það ekki með því bara að hækka laun, því þá hækka verð og þá er þetta bara að éta sig sjálft upp. Og þannig að þá þurfum við að segja, herri, þetta er ekki tveggjarliða, hið opinbera þarf að koma hér að þetta snýst ekkert að hækka bara krónurnar. Það snýst það, herri, hvað eru skattleysismörkin? Ef við hækkum skattleysismörkin, þá er meira til hér. Þá er búið að ná markmiðinu hér og allir eru sáttir. Þetta er ekki tveggjarliða umræða. Og á einfaldan hátt, því ég hef nefnt hvað þýðir að ef við hækkum launum 1000 kall, þá skulum við fara bara út í það hvernig þú ert sem veitingastæður hérna. Veitingastæðurinn hér, þetta er bara að hækka launum 1000 kall. Hann þarf að hækka starfsmennina sína alla 1000 kall, ekki satt. Síðan er veitingastæðurinn að kaupa hráefni frá þessari heildsölu hérna, sem þurfti að hækka laun sinna aðila 1000 kall og hækkaði þar að leiðandi verðið á hráefninu til veitingastæðurins. Ekki satt. Þannig að veitingastæðurinn er að taka á sig hækka vöruverð af því að launin hækkuðu hjá heildsölunni hérna inn í hráefniskostnaðinn og þarf að borga starfsmennunum sínum hærri laun, þannig að diskurinn hér er ekki að hækka innan 1000 kall, hann er að hækka 1500 kall. Þannig að þegar starfsmaðurinn hér í þessu fyrirtæki mæti síðan að borða, þá er hann að tapa, þetta er mjög næf skýring, en þú ert basically að tapa launahækkuninni í hækkuðu vöruverði. Þú tekur þetta líka í matvöruverslunum, tekur þetta bara í öllum þjónustugeirunum sem þú sem launþegi ert að fara eigi viðskipti við, þá er allt hækkað. Meira en launahækkunin, og það er þetta sem við verðum að segja, að þetta snýst ekki launakrónutöluna í öllum tilfellum, þetta snýst hvað farið fyrir krónuna. Og þá þarf ríkið að koma hér inn, hvernig er regluverki, hvernig er skatturinn. Skiljið. Þannig að, þetta er þessi endalausi dans. Ég ætla ekki að þetta er komið þessu. Nei, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þér eru aldrei langað til að fara í pólitík? Ég er í pólitík. Og við höfum öll að vera í pólitík. Sko, málið það, pólitík erum við. Og þetta er það sem ég alltaf reyna að segja fólk bara, það er enginn á alþingi nema því að við kusum það. Við erum með fulltrúan okkar á þingi. Og ef við ætlum ekki að skipta okkur að því hvað þeir eru að gera og hafa áhuga á því og fylgjast með því og spyrja okkur spurninga og kynna okkur málin áður en við kjósum og kjósum bara XD af því að pabbi kaus XD eða af því að það er bara cool eða af því að ég nenni ekki að svara spurningum eitthvað annað á kaffistofunni, ég veit bara hey, XD, bara því finnst það cool sem að ég held að sé hirð fylgi Sjálfstæðisflokksins. Ótrúlega margir. Sem kjósa það bara af því að á þess að hafa skoðun á því. Reyndar ekki síðustu kosningum. En við erum stjórnmál. Þetta er nemendafélagið, bara í grunnskóla eða menntaskóla, þá er nemendafélag. Hver kaus nemendafélagið? Við í skólanum kusum það og ef þau halda ekki 4 partí og íþróttamót og þetta, þá kjósum við þau ekki á næsta ári. Ekki satt? Og þegar við horfum á alþingi, þá segi ég bara, það eru 3 grunnþættir sem eiga að vera í lagi á Íslandi. Samgöngur, við notum öll samgöngur, sama hver við erum. Grunnskóli, við förum öll í grunnskóla, það er skólaskylda á Íslandi. Förum öll í grunnskóla.
og heilbrigðiskerfi. Við þurfum öll að nota heilbrigðiskerfið. Þessi 3 þættir eiga að vera alltaf í lagi. Það veit svo til að þessi 3 þættir eru í algjöru kjafta í dag. Af hverju? Það bara búið að halda illa á spöðunum. Já, við erum samt í efsta sæti, við erum hæstu vergu landsframleiðslu per einstaklingur. Við erum í efsta sæti hérna í því. Hvert peningurinn að vara? Og ég velti upp annarri spurningum. Það er búið einkavæða fullt af ríkisfyrirtækjum, samt að hafa aldrei fleiri opinberi starfsmenn. Hvað djöfulin eru þeir að gera? Það er búin að einkavæða fullt af fyrirtækjum og bara, heyrðu, þetta er ekki lengur ríkisstarfsmenn, þeir eru komin að engabransan þetta. Hvernig endur við með fleiri opinberi starfsmenn? Styttingu vinnuvíkunar. Já. Við vinnum alltaf lítið. Það er einmitt... Það rítar ekki fyrirtæki. En eins og þú segir, það er allir að vera í pólitík og ég held að bara ungt fólk í dag hafa aldrei verið eins einfalt að koma sér aðeins inn í pólitík, bara með öllum hlaðvörpunum sem er í gangi og öllum fólkinu sem er að ræða þetta. Bara svo lengi sem maður hlustar ekki bara saman áðungan ræða sem hlutina aftur En ég held að ungt fólk í dag er meira í pólitík heldur en það sem ég var sem barn. Miklu meira og að því að pólitík er líka woke, pólitík er me too, pólitík er réttrúnaðar hugsun eða, þú veist, og það er miklu meiri umræði ungu fólki þessa þætti heldur en var þegar ég var yngri. Það var ekkert pólitík. Það var ekki neitt. Nei, ég man ekki eftir. Ég er bara frá Egilsstöðum og það er bara framsóknarflokkurinn, bara sveitin, sveitin, hugsun landsbyggðina. Það var ekki annað á mínu heimili. Og hérna, svo var einhverjir svona sjálfstæðismenn og þeir voru svolítið cool, það voru svona ríkugallanir, maður vildi vera þeir. Einhvern veginn og það var ekkert meira en það. Ég er ættaður úr Vestmannaeyjum. Ég er ættaður úr Vestmannaeyjum. Já, það er bara vaðandi sjálfstæðismenn. Það var bara sjálfstæðið sig alveg í gegn. Ekkert annað. Já, en ég held að ungt fólk sé meira pæli í þessu. Þú veist, það er, Palestína, Ísrael var í fullum gangi þegar ég var barn. Yasser Arafat. Allt þetta öll þessi, þetta er ekkert nýtt. Nei. En núna er ungt fólk miklu meira pæli í því heldur en það sem ég var að pæli í. Já, akkurat. Við fengum ekki eins mikla fréttir, fengum ekki eins mikið skilning og djúpa. Þannig að ég held að pólitík sé meira inn í dag en það var. Já, það er samt líka út af því það er svo mikið af upplýsingaflæðið, það er bara endalaust, þú farið upplýsingar allt sem þú vilt finna. Ég er búin að komast að því bara núna á síðustu 2 ára finnst mér að ég er hættur að býta eins mikið í mig skoðanir. Ég er búin að fatta núna í dag að mína skoðanir þar haldast ekkert lengi oft. Ég er alltaf að uppgöta hvað ég er mikill rasshaus, bara fannst mér þetta bara í alvörunni og svo heyri ég bara einhverju útskýringu af einhverju og ég bara, þetta er bara vitleys í mér. Já, það er kostur. Mikill kostur að finnast ekki skoðan í vera svo rétt að þú ert ekki tilbúin að breyta því. Já, það er samt eitthvað nýtt, sko. Það er alveg, þú veist, maður var alveg frekar harður á sínu og er alveg ennþá, en maður er svona hægt og rólega að þroskast og átt að segja á þessu. Ég hef alltaf áskilið mér rétt að skipta skoðun, sko. Og ég þarf hins vegar að fá rök fyrir því, sko. Og ég er ekki fastur á skoðun nema ég geti fært rök fyrir því af hverju það er skoðun mín. Ef þú kemur síðan og trompa með betri rökum, þá segir ég, heyrðu, já, þá bara er ég tilbúin í að bakka með það. Og þá komum við því, í tilrauneldursum er það mjög mikilvægt líka. Það er einmitt að fagna inn, bara, heyrðu, það er ekkert rangt hérna, skilurðu, en svo þarf að ræða málin. Og stundum geta góður hugmyndi breyst af því að það er kostnaðarlegt, það er dýrt að vera með ferska trufli á börgurnum, sko. Hvíttruflan er bara ekkert alltaf vís í svo. Þetta er rosalega dýr vara, sko, þetta er dýr en gull, sko, þetta er fárán. Þannig að, sko, það er mjög mikilvægt að hlusta og skilja þó þú sett ekki endilega sammála, sko. Já. Og það við í öllu. Hvað heitir vörulínan sem þú ert með núna í samstarfi við Samkaup og Netto? Sko, það sem ég er að gera með Samkaup í dag er þetta. Við eigum saman félag, ég og Samkaup eigum saman félag sem heitir Eldur gott. Okay. Og það sem ég er að gera þar er að ég er með umsjón yfir ákveðnum vörumerkjum sem að bæði ég hef þróað og hluta til teki við. Ég er til að mynda þarna með vörumerki 12 tóman sem er pizza í til svona pizzalína. Deig, frosna pítsur, ostur, sósur, oljur, krydd og annað.
Ég líka með Barjón sem hambúrgarar, svona luxus hambúrgararnir hjá þeim, hambúrgarabrauð, sósulína, breið, sósulína, XL vængirnir, rif, crispy humar, crispy rækjur, pítubrauð, svona þægilegur matur, comfort food sem auðvelt að elda. Við erum með foreldaða kjúklingalæri og svona, alls konar vörulínu undir Barjón. Og ég segi bara, ef þú sér vörumerki Barjón, þá veistu bara, ok, þetta góð vara og hún einföld í eldamennsku. Það hugmyndin við það vörumerki. Síðan ég með Brauðfélagið sem í rauninni öll bakaríin, bake-off, það í hverju einustu nettóverslun, kjörbúð og grambúð bake-off. Bakarófnar sem að baka croissant eða brauð á hverjum einasta degi, alltaf nýbaka bakkelsi. Ég líka nýkomum þar með brauðsalat, rækjusalat og þar komum við að því. Ostasalat ekki nýtt, en það hafði engi gert chili ostasalat. Það var til chili túna, en chili ostasalat var bara ekki til. Og þetta núna bara bestsellerinn í okkur, því að hvað gerir þú farið ost og keks? Setur oft chilisöld bara mjög gott. Þannig að ég hugsaði við erum með chili túna, prófum chili ostasalat og við erum með chili ostasalat þar. Og það bara svínvirkaði? Það svínvirkar og bara seljast mjög vel. Var að koma líka með smurostar, kom með fyrsta truflusmurostin. MS hefur ekki fram með truflusmurost en þá og ég hugsaði truflusmurostur, ég mikill truflumaður. Og það að taka svona smurost og setja út í pasta bara truflupasta, bara núleitni, geðveit gott, chili smurost og bacon smurost. Og það að koma fleiri hlutir, ég að koma með hummus, ég að koma með fullt af öðrum hlutur sem tengist Brauðfélaginu, sem að tengist á brönsunum, þú veist, ég með kökulínu, gerði þristaköku, þristamús var eitthvað sem við byggum til hérna og bjargaði okkur í nokkra mánuði í COVID. Var það ekki selt hjá Hlölla? Jú, við vorum með það. Í Hlölla vorum með það líka á Barjón og veitingastöðunum okkar. Og vorum fært að selja það út á land, póstsendum í COVID. Þór og Káa voru í meting á Akureyri og seldi mikið og við fórum bara með þetta í flug. Það var flutt með frakt. Það var mjög skemmtilegt. En já, Ísland elskar þrist og þristakakan kaka sem við komum með núna fyrir rúmum mánuði síðan, meira, 2 mánuðum. Þar ég með kökulínu sem möndlukaka og bláberjakaka. Við erum með mokkaköku, þristaköku. Þannig að það alveg heil vörulína sem heitir Brauðfélagið. Svo ég með eitthvað sem heitir kjötborðið og kjötborðið allt frá nautahakki og lambarrygg og lambalæri, íslenskt allt saman auðvitað, yfir í hambúrgarar reynda líka og yfir í marineraðar nautalundir, marineraðar nautarribbæ. Við erum komin með sósulínu þar líka sem svona aðeins bernes og truflusósa. Þið verður að smakka þessa truflusveipasósu ef þið eruð í truflunni yfir höfuð. Krempipasósu, rauðvinsósu, þannig að sú vörulín líka aðeins að stækka. Ég erum með meðlæti núna allt á grilli, erum að koma núna með sætkartöflusalat og kjötborðslínan svona hugsu sem, ok, við erum eiginlega kjötserveruverslun á matvöruverði. Þannig að þú veist, við erum alveg að reyna að gera ákveðna hluti, við verðum alltaf aldrei eins og bestu kjötserveruverslanirnar í marineringum eða samsetningum, en við erum svona í, þú veist, truflumarineringu, blakkarlik, erum að vinna þessu skotheldu. Já, bara sem þú veist, það bara solid. Þannig að ef þú kemur og ert á hraðferð, þá segir ok, þetta algjörlega, ég gerir mig ekki að fíbli í góðu grillverslunni með þessu. Og erum líka að vinna þá með gott meðlæti með því. Síðan var ég að koma með línu sem heit Mamma Mia og þar var hugmyndin að segja, gerum mömmu mat sem svolítið byggt á þessu franska konsepti sem ég var að segja þann. Við búum með tímum þar sem að fólk hefur ekki mikinn tíma á. Og þegar hjón sem vinna bæði úti að koma heim og sækja og skutla og æfingar og eitthvað og það þreyta og eðlilega, þá bitnar það ofta á gæðu matarinn sem þú berð síðan fram einfall út á tímaskorti. Og
í staðin fyrir að við séum að setja saman einhvern pakka sem þú átt síðan að elda, hann fá grunni, þá vildum við stytta þau spóra aðeins meira, þannig að þetta foreldað, þannig að þetta autoklafað. Þetta hvað það það rauninni bara eldað og það fyndna sko að þetta eiginlega hollara heldur en almennilega matreiðsla sko, af því að þetta algjörlega hraðkælingin þetta er bara eldað, hraðkælt og endingatíminn langur, það ekki að það eru gervefni, það að því að eldurinn með þessum hætti og notabene hnífapör eða þess að áhöld skurðlækna á Landspítalanum eru autoklöfu sko, til þess að döðhreinsa allt sem að heiti mögulega bakteríur þannig að hugmyndin svo að þessi réttir eiga að vera tilbúnir á 20 mínútum max. Þannig að þú gætir tæknilega séð settið inn í ofn á 180 gráður, klárað heimalesturinn og maturinn til. Og hvernig réttir þetta? Sko, við byrjuðum með þetta núna í febrúar og erum búin að kalla þetta aftur inn, erum aðeins að endurhugsa bæði umbúðirnar og úrvalið, en við erum ennþá með inni eitthvað sem heita bara kjötbólur, kartöflumús sem þá stappaða kartöflur, það ekki duftið. Við erum að vinna, við erum með hrísgrjón, við erum með butter chicken, við erum með sturlalasagna, 30% kjöt. Ég tek það sérstaklega fram, sko. Fólk þarf að læra líka að lesa innihaldslýsingar á mat. Af því að það þyrfti að kenna það í grunnskólanum líka, sko. Bara frekar en sögu. Ég hef mjög mikið áhuga á sögu, en saga er hobby. Við höfum ekki að kenna það í grunnskólanum, sko. Það er eitthvað sem þú bara velja þér ef þú hefur áhuga á því. Af því að þetta er meira minn allt kjaftaði, sko. Því að Ingólfur Arnarsson var ekkert fyrstur og það var enginn sem hoppaði hæð sína og það var enginn sem klauf neitt í herðanir. Það er bara, þetta er allt kjaftaði. Þetta er ýkjusögur og við höfum að kenna þetta sem eitthvað fróðleg. Við höfum að kenna það frekar fjármálalæsi og að lesa aftan á næringarupplýsingar, sko. Það meikar svo mikið sens reyndar. Það er svo reyndar að... Veistu hvað líka að kenna? Að kenna með þvottavélar og þú þarft að tæma svona ruslagæðan hana niður. Það er praktísku hluti. Ég alveg saman það. Þú veist, svo magnað sko, þú ert að lesa brennunjálssögur sko, sem er verið að drepa mann og annan og það er verið að hefna alls konar kinnhesta og stráfella fólk. Svo ferði í frímínútur og þú mátt ekki sparki í félagi þá er það að tekja frá skóla má ekki svo taka húin af honum fyrir ekki, ég var að lesa um mann sem var bara drepinn af því að hann gaf konunni sinni kinnhest og ég er nú ekki að mæla með því samt sko. en allavega þú veist, 35% kjöt í lasagneanum það er hátt hlutfall því að í lasagna ertu með plötur og með sósu og með alls konar hluti og ost þannig að skamlaust getur þú boðið börnunum þínum að borða þennan mat á þess að hafa samvinskupið við hans ekki næringa mikill en svo er hugmyndin einmitt að halda verðinu þannig að það sé í lagi og ég vil meina að við höfum náð því það getum við gert í krafti stærðarinnar að ef við erum að gera nógu mikið af einhverju þá fáum við þetta bara verð á það fyrirsjáleiki framleiðanda getur boðið lagra verð og svo framvegis þannig að við erum að reyna að nota þann kraft í að skila því ekki sko, þú getur valið hvernig þú skilar því viltu skila því til viðskiptavinarins eða viltu skila því í herrigæðum og við reynum að fara þarna einmitt þessa millileið skiljið, þú veist ég vil bjóða upp á gott rétt verð, skulum við segja rétt verð fyrir gæðaflokki sem þú velja skilur ég vil ekki selja þið döstir á verði bens skilur, ég vil ekki vera að búa til bara bensa og valdir geta bara keypt matinn ég vil reyna að búa til Toyota skilur, bara solid rétt verð og og þannig að sem flestir geta notið. Já. Og þetta er púlspilið og núna erum við búin að fækka úrvalinu tímabundið, en ætlum að lánsa þessu aftur í haust og og ég er mjög peppaði verið því. Það geti verið í vetur en tímalínur í þessu er oft háðar svo mörgum breytum en það sem við erum að gera þarna er þetta. Og já, það hefur bara gengið fínt sko, gengið bara vel. Þetta hljómar eins og vinna. Já. Það er slatt í þessu. Það er aldrei dauður tími. Nei. Og og það sem er gaman
þarna út frá því að vera, því að svo ég náttúrulega með mínigarinn þess að við erum með veitingastað og við erum með veisluþjónustu og við erum með að framleiða þar til að mynda frosnu pítsurnar í búðirnar, að þegar þú ert með svona stórt víkul eins og Samkaup risastór matvörukeðja og að þá var þetta að gera svo marga spennandi hluti. Það opnaði fyrir mér algjörlega nýja vídd, bara heyrðu eins og við fer aftur í upphafi sko, að gera eitthvað nýtt og gera það öðruvísi, það þarf ekki að vera alveg nýtt frá grunni en reyna að gera það betur, reyna að gera það á öðru verði í nýjum hlutum. Þú veist, bara eins og ein vara þar sem að ég skammtaskar nautalundir, með 140 grama nautalundir í pakkandi Barjón á undir 2100, bara á skikkalegu verði. Já. Fáránlega vinsæl vara af því að hún er bara rétt stærð. Já. Þú veist hvað það fá, þú veist þetta er nautalund og ef þú ert svangur þá borðar þú bara allan pakkan, það er 280 grömm. En segjum, ég má ekki kyngera þetta, en segjum að konaði vilji 140 grömmar steik sem er ekkert óeðlilegt, að þá ertu með það þarna. Skilur við? Þetta er lítið smáatriði, en við sjáum það strax. Þetta er vinsælvara af því að hún bara fittar inn í það sem fólk er að leita. Þannig ertu með lund einhvern veginn mismunandi stóra og við erum vissulega að selja það undir kjötborðinu. Þannig er þetta bara svona singuli hugsað sem þessi lausn. Já, devils in the detail. Þetta er bara litlu smáatriðin skipta máli. Já, það gera það. Og vera sniður sem að þú greinlega ert mjög. Já, ég er gaman að þessu. Já. Og meðan ég er gaman að þessu, þá gera skemmtilegi hluti líka. Má ekki gleyma því. Er alltaf nóg að gera í míningarinn? Já, það er pláss fyrir meira. Við erum alltaf að reyna að bæta og nú erum við með í þeim fasa í sumar að koma nýju shape á hann. Og ég geti sagt ykkur bara, sannleika sagt, við náttúrulega við verðum 5 ára núna í júlí. Og fyrir 5 ára var COVID. Já. Framkvæmdi byrjuðu þarna rétt fyrir COVID, fyrir áramót 2019. Þú greinilega nýtið þér allt svona. Þú veist, iSafe og COVID og... Ég get allavega sagt það að það eru nokkur kvöld þar sem ég hugsaði af hverju fór ég í veitingarekstur aftur rétt fyrir COVID. Sko. Það var ekki góðu business, sko. Og en við fórum á stað, tókum þetta hús og höfum að reynsa úr því. Þetta var Vodafone. Þannig að það fóru út, ég held ég fari ekki að ljúga eitthvað, það var 3 tonn af köplum. 12 köplum og dóti. Það fáránlegt magn. Og það fór allt í bjórsjóð hjá rafvirkjunum. Þeir fá alltaf koparinn í öllum vírunum. En voru komin að stað í að skópla út úr þessu húsi þegar það kemur á COVID. Og síðan í maí, þetta ár, COVID-fræga ár, þá einhvern veginn stendur Trump bleikur og bólgin allur og segir að COVID sé búið og allir einhvern veginn á því að COVID sé búið. Þetta er yfirstaðið. Þannig að það bara sett fyllt við iðnaðarmönnum og bara áfram gakk og klára með þetta og það var bara klárað og miðjan júlí opnum við, byrjun júlí opnum við og 3 vikur senda komum við aftur COVID. Og þetta er 2000 fermetra staður. Já. Og þið getur rétt ímyndað ykkur. Og þarna var ég líka með hlullabáta og við vorum með Barjón og vorum með 94 starfsmenn á launaskrá og við meðum hleypa 10 manns inn í 2000 fermetra sem aftur sko bara hver stjórnaði þessu sko. Það var að gerast sko. Ég skil 2 metra regluna, ég skil hana, ég skil sprittið, ég skil grímuskilduna, ekkert mál, en að ég með hleypa 10 manns inn í mínigarinn sem 2000 fermetrar og það eru 10 manns á búlunni upp á höfða. Nennið aðeins að fara honi reglurnar og aðeins svona að reyna að búa til eðlileg hlut. En svo var þetta orðið svo í grínu. Kerfið var svo látt að segja 10 manns bara alla, óháð öllu bara. Allavega. En það var náttúrulega tekið til hendana og það var bara eins og að lappa í einhverju grímynd það sem fór á veitingastæði þegar farið að hólfa allt upp og það var svona handrið á millarstað og svo voru allir hann í rúu hvað sem og einhvern veginn að reyna að skipta á klósettum allir hingað þangað þetta algjör geimasýra sko. Ég náttúrulega var brjálaður hérna og það héldu allir að ég væri bara að berjast fyrir því að því átti veitingastæði. Vissulega var það eitt hvatinn. Ég var alltaf að benda á
vogaskálarnir eru tvær. Þú ert með hérna heilbrigðis sjónarmiðið, þar sem átt að vernda þá sem minna mega sín. Ég skil það mjög vel. Ég skil það mjög vel að þeir sem voru með undirliggjandi sjúkdóma og annað voru í hættu. Ég skil það mjög vel. Hinir öldruðu voru í hættu. Ég skil það líka bara mjög vel. Það má heldur ekki gleyma því að þú ert líka með hina hliðina, sem er sálræna hliðin, þú ert með félagslegu hliðina, þú ert með allt hið ófyrirséða í svona mannlegri tilraun sem að heimsbyggðin fór í gegnum. Og ég hitti Ásmund Einar, þáverandi félagsmálaráðherra, og ég sagði, það eru tölur birtar í hverju viku og COVID, hverjum degi, uppfastur hvað er margir smitaði, hvað er margir sótkví, hvað er margir fylgdust með þessu bara eins og sauðir, að horfa á einhvern hlutabréfamarkað. Ég sagði, við getum verið með hina hliðina, félagslegu hliðina líka, því að í COVID árið 2020 seldist meira af lítrum af áfengi úr átíðaferð heldur en nokkuð tíman árið 2019, en það vantaði 2 milljónir ferðamanna og veitingastæði voru lokað. Hvað segir það þér? Það hlýtur að segja þér það að menn voru bara heima, ösku fullir, að horfa á Helga Björns. Hei. Og hvað þýðir það? Það þýðir auðvitað það verður allt morandi alkoholistu þegar þessi tilraun er búin, sem og reyndist raunin. Það er bara ennþá verið að vinda ofan á því. Þú ert með fólk sem var sendt heim og var atvinnulaust, aðgerðalaust, misti vinnuna, og það eru til margar rannsóknir sem sýna það hvernig þunglindi leggst á fólk þegar það verður atvinnulaust. Eftir 3 mánuði, eftir 6 mánuði, eftir 9 mánuði, eftir 12 mánuði. Þannig að þú kannst búið til spá. Bara hvað eru margir sem að þjást á þunglindi? Þetta er bara tölfræðilegar rannsóknir sem þú getur stuðst við. Þú getur kallað fram rauntímatölur eins og útköll vegna heimilisofbeldis. Lögreglan heldur utan að það. Þetta sjá bara í vikunni, fór lögreglan í 18 útköll, 20, 70, 60. Þá getum við metið, þessar aðgerðir, hvað erum við að gera okkur hérna? Við setjum algjörlega blind auga á það. Við horfum bara hér á læknisfræðilegu hliðina. Ég er ekki að segja að hún er ekki að vera með í menginu, en hún er ekki ein. Og ef við tökum sem dæmi, segjum að þú væri með landtannlækni, eitt sem að væri bara yfir öllum tannlækningum, og hans eina verkefni var að passa að enginn fengi skemmt. Og þú mátt bara ráða hvaða reglur þú setur. Hann myndi banna alla sigur, hann myndi skylda alla í að senda hérna sýni, þú veitir að busta tennurnar, senda einn mynd að þér að busta tennurnar á morgni og busta tennurnar á kvöldi, þú verður að nota munnskól. Nei, ángríns, þetta er bara að sanna það að þú værir að sinna, þú veist, tannþráðamynd, ég vil sjá hérna, tannstöngla, skilurðu? Af því að ef hann er dæmdur af verkum sínum yfir því hversu margar skemmtir eru á næstan, þá veit hann bara, og hann má bara setja reglur, þá setur hann auðvitað hringinn vel rúmt, sem hann var gert, og auðvitað vildi maður ekki sjá fólk deyja. Pabbi minn dó milli jól og 9 árs 2019. Og hann var á Landspítalanum og hann fekk bara ofanjónu veikindi erfiða kvefpest sem var bara ekki með nafnið COVID-19 sko. Við gáum þessari kvefpest nafnið COVID-19 og þetta var mjög skæð pest og lagðist af fólk og það er fullt af ennþá fólki sem er að glíma við eftirköst af þessari slæmu pest þannig að ég er svo sannlega ekki að gera lítið úr henni. En hvað sáum við þegar COVID var búið? Með dauðsföll hjá eldri borgurum, þið vitið, auðvitað deyr enginn ef þú ert ekki innan neitt fólk og þú lendir ekki inn sýklum og lendir ekki inn. Meirihluti gamals fólks deyr að völdum þess. Það er eðlilegu dauðstæði. Ekkert flokkaðu sérstaklega. Og það sem ég veist verst þetta COVID er það að við erum ekki ennþá búin að setjast niður og segja, heyrðu, ok, hvað var gott, hvað var vont? Og ég er ekki að finna neitt sökudólk í því. Það er ekki verið að pinpointa þú berð á bara. Það er bara að segja, heyrðu, þetta mun gerast aftur. Af því að það sem að gerðist í COVID-19 er eitthvað sem að menn óttust, að við vorum ekki með bólusetningu fyrir svona skæðum pestum. Við höfum alltaf haft bólusetningu fyrir COVID-17, COVID-19, 16, 15, 14, skilur við, öllum hinnum pestunum. Við erum búin að vera með bólusetningu. En af hverju höfum við ekki bólusetningu lengur? Jú, því það eru 9 klukkutíma flug til Wuhan. Það var það bara ekki hérna fyrir 20 árum síðan. Þeir sem voru í Wuhan, voru bara í Wuhan. Og ef það kom skæð pest þar, þá gáttu vísindamenn á Vesturlöndum haft 2-3 ár í að finna mótefni við þessari pest sem að þeir vissu að mundu einhvern tímann koma. En núna tekur það bara 9 tíma. Og það þýðir að
næsta pest sem kemur, sem verður jafn skæð og COVID-19 sem mun koma, það bara þannig að þá munum við ekki eiga bóluefni og við munum ekki vera búin að finna það með tíma eins og þessi bóluefni sem að allir eru búin að kalla tilbaka núna og basically voru ekki að virka. Við þurfum að ræða hvað ætlum við að gera næst. Hvað getum við betur gert? Það sem Svíar gerðu var það að þeir segðu bara, heyrðu, þetta er sem þetta. Það þótti mjög harkalegt, þeir voru gagnrýndir opinberlega. En svo þegar við gerum upp kassan núna, dóu fleiri í Svíþjóð en öðru löndum, nei. Bara gerir það bara alls ekki. Þau dóu bara strax, þau dóu ekki 2 árum seinna. Og ég er ekki að segja með léttleika að fólk er að deyja úr einhverju. Það er ekki að segja. Ég er samt að benda á að þetta er eitthvað sem við getum ekki gert aftur. Þú getur ekki lamað heilt samfélag. Ég myndi freka vilja segja að allir þeir sem eru með undirliggjandi og eru í áhættuhópi þarna, þeir þurfa að vera heima og fá ríkulega greitt fyrir það. Það er ódýrara fyrir samfélagið heldur en að taka alla heima. Af því að þetta var, ég held að allir séu sammála, þetta var ekki gott stöf. Af því að í hinni útgáfunni byggum við til bara risastórt félagslegt vandamál sem að við erum ekki að það búin að sjá fyrir endan á. Því að við erum ekki með sálfræðinga til að afgreiða þetta, við erum ekki með félagsráðgjöf, við erum ekki með meðferðarúrræði, en allt þetta er ennþá mallandi undir niðri. Það er þetta að finna svo margt líka bara hvað ætli að margir ungi krakkar hætti í fótbolta og handbolta og öllu þessu, þú veist, þetta er... Já, sjáuð bara hvað er að gerast, þetta eru krakkar, sko, nefndi nú sem grín, sko, fyrsta fyllerið hjá börnum, ef við tölum bara íslensku og setjum þetta ekki undir mottu, það er bara það sem ungt fólk gerir og hefur alltaf gert. Er kannski á einhverju skólaballi og það er hringt og fóruður að sækja og það er ekki skömmin og eitthvað svona. Þessi tilraun var bara að gera downtown Reykjavík þegar COVID er búið. Með þeim afleiðingum að við erum að sjá bara alls konar shit í gangi sem hefur ekki verið í gangi áður. Og kjánum að tala þetta eins og þetta sé norm, en þetta er bara það sem ungt fólk gerir. Það prófa sig áfram með alls konar hluti. Í hvað umhverju gerir það? Er það í downtown Reykjavík einhvern allt sem er í gangi þar? Eða er það á saklausu skólaballi einhvers staðar út í leikarið eða eitthvað. Skiljið hvert ég er að fara? Voru ekki að tala um veitingast? Jó, það er mjög gaman að ræða. Punkturinn minn var þessi að við kláruðum eiginlega aldrei míningarinn. Við náðum ekki að gera hann eins og við vildum gera hann. Og svo eftir COVID þá erum við búin að vera að móka upp skuldum og klára og reyna að borga og standa í skilum og koma öllu í samt horf, þannig að við erum á einhverjum tímapunktur núna sem við erum að segja, herru, við erum loksins að ná hérna núllpunktinum sem við náðum aldrei og erum núna að fara að gera smá endurbætur þarna og það þýðir líka endurskoðun á matseðlunum og svona. Ég held að hann eftir að vera í ansi flottu formi bara í vetur. Hannaði þú hot sauceið á þessum vængjumann í míningarinn sem er algjört sko geggjaður, þetta er bara eitur. Þetta er skemmtilegt. Þetta er ekki eðlilega sterkt sko. Morðingja sterkt sko. Carolina Reaper, sterkustu. Já, veist ég hannaði það vissulega ekki, en þeir eru bara gerðir úr Carolina Reaper. Og þegar við framleiðum sósuna, þá gerum við það fyrir nokkra mánuði, það er endast mjög vel, skemmast ekki. Og þegar við gerum þessa sósu, þá þarf að vera með skíðarveru og þú bara þetta er bara gert off hours, það kemst enginn inn. Þá lappar inn í rýmið, þá ertu bara, farið í augun, þetta er hættulegt. Eru það að gerja þetta? Eru það að gerja? Já, svoðið niður og þetta er alveg bara tekið alla leið. Og svo erum við að þinna grunnmassan í þessi skól sem eru hættileg, sko. Þetta er algjörlega galið, sko. Þetta er svo sterkt, sko. Já, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er bara eins og að fara í hérna... Í svett. Já, gufu hérna... Hreinsun. Já. Hjartslátturinn fer upp og... Þú svitnar öllu slæma og... Svo er bara fólk sem kemur þarna og getur þetta eins og þetta sé ekkert mál og ég skilja það ekki. Það er örugglega því að þeir eru búnir að fara í gegnum þetta. Þeir eru búin að upplifa það mikið ofbeldi að þeir eru ónæmir fyrir. Ég held það. Þú hefur sem sagt lent í því. Nei, ég hef ennþá nóg ofbeldinni, sko. Fyrsta skil sem ég smakkaði Carolina Reaper, það var það áskorun í 70 mínútum sem var sjónvarpsþáttur í gamla daga. Og þá fengum við frá einhverjum grænmetisslager sendan Carolina Reaper og áskorun var að borða hann. Og ég man að ég og Öddi tókum þess áskorun
og þetta bara svona smá pipar bara ekkert mál, og þakka sálgóðan þetta er miklu sterkara en chili sögðu við vissum ekkert hvað vorum að tala bara og ég að segja ykkur það og Auðun Blöndal náttúrulega bara nánast dó ég held aðeins meira kúlun en ég að segja ykkur þetta var hræðilegt daginn eftir hringir í mig maður sem ég kannast við sem læknir og sagði ég var að horfa þáttinn hérna með sona minn þú máttið ekki sko, þú hefði getað stúta bræðukorðum varanlega, bara hefði getað lamað það bræðukorðum kannski eru þið lamaði núna, ég veit ekki en en nei, ég finn bræð þetta var stór hættulegt þetta er ekki, þú átt ekki að borða þetta Nei, og þetta er magna hvernig þið eru búin að fara að þessu því að þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst varna viðbröð við að vera étin þessi pipar og svo eru þið bara búin að genabreita og þróa þessu þanga til að þið ná og þeir eru alltaf að hækka þetta að fara lengra og lengra og þetta er alveg magna fyrir bara Þetta er alveg hrikalega dæmi en já, það, þú veist þetta er ekki bestsellerinn okkar en þetta er alveg fun gaman að hafa þetta við erum með annan habanero sósu sem er alveg mér strungi ekkjuð það er þannig að við erum með svona nokkur stig og svo erum við reyndar að fara að hætta með lakkrísvængina en það er reyndar algjörlega styrla þá erum við með og tökum við pepper, hvað heitir hann Turkish-pepper sjóðum hann niður og bara með öllu og búin til alvöru sósu og svo myljum við Turkish-pepper og svo kaupir þetta og setjum við lakkrísósun yfir og smá svona mulning, krösti mulning af þessu yfir og ég er að segja ykkur það þessi lakkrísósa á þessum vængjum er galið góð en við seljum of lítið að til þess að standa í þessu því þetta er alveg maus að gera þess sósu það er líklega þetta það að matseli en þangað til þá mæli ég með að þið prófa þetta Já, klálega Lakkrís og vangir hver hefur trúað því? Já, nákvæmlega hann er eitt svona til að vera að leika sér í eldhúsinu og koma með eitthvað sniðut ég meina þetta er eitt af því vinsælasta held ég sem krakkar nota þetta í hvað heitir þetta? Bræðareyfi og svona hokkipölver Ég held að tíminn sé á þrótum hjá okkur í dag ég þakkaði kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur gaman að hitta ykkur Já, sömuleiðis Þetta var ekki bara matur Nei, þetta var skemmtilegt, mjög skemmtilegt Mjög, og takk fyrir kökuna Já, verða góð Þetta er gott tvist á sjónvarpskökuna Podcastkökuna Podcastkökuna góða